mig vantar penn. Komið sæl. Við ætlum að hingra aðeins í 10 mínútur. Það ennþá skortur á frambjóðendum. Ég veit ekki hvar þeir eru núna, en þeir eru væntanlega á leiðinni. Við tökum okkur, þið getið fengið ykkur meira brauðtertunni, meira, já, við ætlum að hingra í 10 mínútur vegna þess að það er ekki nægilega margir frambjóðendur mættir. En þeir voru búin að lofa upp í ermina á sér að mæta og við verðum að treysta á þá, er það ekki? Þannig að við vonum að það er einhverjir sem við vitum að er á leiðinni en við hingrum í 10 mínútur og á meðan getið þið fengið ykkur meira kaffi eða meiri brauðtertum. Við erum nóg. Ætti ekki að vera komin mynd hérna í.
Svo þarf maður að læra að sjá blekkingarnar, lesa á bakvið. Já, ég segi það. Þannig að
Þögn í sjálfum, komið öll hjartanlega velkomin, eða verið velkomin á fund með frambjóðendum allra flokka sem bjóða sig fram á landsvísu. Yfirskrift fundarins kannski þessi: hver sýn stjórnmálaflokka á lífskjör eldra fólks. Og ég get fullyrt að aldraðir eru hreinlega orðnir þreyttir á öllum loforðunum sem hafa verið gefin fyrir kosningar en ekkert eða minnstakosti fá þeirra hafa verið efnd. Eldri borgarar segja hreinlega núna: hingað og ekki lengra. Ekki fleiri loforð sem ekkert verður úr. Fundunum verður háttað þannig að frambjóðendur flytja framsögu eða framsögu orð sem eiga ekki vera lengri en 5 mínútur. Þau mega gjarnan vera styttri því þá gefst meiri tími til að spyrja frambjóðendur og þið fáðu sérstakt prik fyrir það. Að framsögu orðanum loknum geta gestir í sal spurt frambjóðendur. Fundunum streymt út allt land og þaðan hafa þegar borist fjölmargar spurningar og ég var að fá að vita núna að það eru 140.000 manns út á landi að fylgjast með. Og til dæmis á Ísafirði, þar fólk komið saman til að fylgjast með þessum fundi á skjá. Og ég heiti Arnar Páll Hauksson og stjórna þessum fundi og ég eldri borgari. Og hingað mættir fulltrúar allra flokka, því sem næst, sem bjóða fram á landsvísu. Það eru 10 flokkar sem að bjóða fram. Og ég ætla að kynna þá til sögunar og hér mér á vinstri hönd Ágúst Bjarni Garðarsson, þingmaður Framsóknar, Guðbrandur Einarsson, þingmaður Viðreisnar, Bryndís Haraldsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokks, Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, Davíð Þór Jónsson fyrir Sósíalistaflokkinn. Ég ætla að vona að hann mæti, hann á leiðinni. Bjóðum hann. Hann kominn, já. Það í umferð á leiðinni, ég byrst afsökunar. Já. En situr ekki við? Já, þá ekki að breyta sætunum. Þið verða að vera í réttum sætum. Bara ekkert svoleiðis. Nú. Og fyrir lýðræðisflokkinn Sólveig Dagmar Þórisdóttir. Fyrir Miðflokk Bergþór Ólason, þingmaður Miðflokksins, og Björn Leví Gunnarsson. Hann ekki kominn, hann væntanlega á leiðinni. Og fyrir Samfylkingu Jóhann Páll Jóhannsson, og hann fyrir Samfylkingu, og loks fyrir Vinstri græn Guðmundur Ingi Guðbrandsson, þingmaður. Og við ætlum að byrja á þessum erindum og ég held að það sé kannski eftir viljið að þá geti boðið ykkur hingað upp í púlt til að halda erindi. Viljið það? Já, takk. Það kannski betra en að sitja. Og ég ætla að byrja yst og þá það samkvæmt þessu. Tæknimaður búin að tengja. Já, tengja, þið getið haldið en það ekki, mega ekki vera í púltinu það? Já, þið verða að hafa þetta þá í sætunum ykkar. Þá byrjum við bara á endanum yst og ég býð þá þig velkomin til að halda framsögu orð eða einhverja tölu. Guðmundur Ingi Guðbrandsson, gjörðu svo vel. Úr sæti eða? Úr sæti. Ok. Ræður maður ekki? Nei, þú ræður því ekki. Nei, reglurnar breytist. Heyriði, sæl og blessuð sömul og gaman að vera með ykkur í dag. Ég ætla að setja einhver tímamörk á mig. Ég ætla að koma inn á, ef ég hef tíma, kjaramál, húsnæðismál og þjónustu við eldra fólk. Og ef við byrjum á kjaramálunum þá allavega einhverjar jákvæðar fréttir sem felast í því að þegar við horfum á hlutfall eldra fólks sem býr undir lágtekjumörkum þá hefur það lækkað á undanförnum 20 árum sem jákvætt úr 20% árið 2000 í 6% árið 2020 og þetta auðvitað vegna þess að í sameiningu hefur íslensku samfélagi tekist að byggja upp sterkt lífeyrissjóðakerfi
Eitthvað spilar þarna inn í líka breytingar sem urðu á ellilífeyriskerfinu núna fyrir 7 árum. En hvert stefna VG í þessum málum? Við sjáum að óskertur ellilífeyrir í dag fyrir fólk sem býr eitt 417.000 krónur og ef þú býr með öðrum þetta 333.000 krónur. Þetta eru ekki háar tölur og hvorug þeirra nær lágtekjutöxtum, það að segja lágmarkslaunum á Íslandi. Og við viljum að hvoru tveggja sé á sama stað og lágmarkstekjur, það að segja lágmarkslaun, og það þetta eitthvað sem verður ekki náð nema í áföngum. Þannig að hækkun grunnbótanna eitthvað sem myndi koma sér best fyrir öll, það myndi koma sér allra best fyrir þau sem eru á lægstu laununum eða með lægstu greiðslurnar. Þannig að það svona forgangsatriði í okkar huga. Ef við förum yfir í hækkun frítekjumarka, þá hefur frítekjumark atvinnutekna verið hækkað á síðustu 7 árum úr 25.000 krónum í 200. Það að nýtast samt fyrst og fremst þeim sem auðvitað eru á vinnumarkaði. Og almenna frítekjumarkið það var loksins hækkað núna við samþykkt fjárlaga, það að segja að það tekur gildi á næsta ári úr 25.000 krónum í 36.500 og eitthvað sem ég beitti mér fyrir meðan ég var ennþá ráðherra en þarna þarf að gera mun betur í mínum huga. Og annað sem mig langar að nefna sem kemur af kjaramálum, ég held að við eigum að skoða með að þrepaskipta skerðingum vegna tekna sem eru umfram tekjur frá TR. Þannig að það séu þá lægri skerðingar hjá þeim sem eru með lægri tekjur og hærri skerðingar hjá þeim sem eru með hærri tekjur. Þannig að við getum horft á þetta meira eins og við væri að ræða þrepaskipt kerfi eins og við erum með í tekjuskattskerfinu. Og ég vil meina að við eigum að geta bæði sett meira fjármagn inn en líka nýtt okkur þann ávinning sem að verða af lífeyrissjóðskerfinu sem hefur dregið úr þörf ríkisins til þess að setja inn í greiðslurnar frá TR. Þannig að við höfum verið að horfa á það núna á síðustu árum að það hefur í rauninni verið að fara minna af greiðslum ríkisins heldur en gert var ráð fyrir og það ein ástæðan fyrir því að við hækkuðum núna almenna frítekjumarkið en eins og ég segi það eitthvað sem við ættum að geta nýtt í meira magni og meira mæli til þess að hækka grunnbætur, breyta frítekjumörkum og svo framvegis. En það þarf meira til. Ég segi náttúrulega aðeins að koma inn á þjónustu við eldra fólk. Við settum í gang, ég og heilbrigðisráðherra verkefni Gott að eldast sem verkefni sem snýr að aukinni og betri þjónustu, samþættri þjónustu sveitarfélagana og heilsugæslunnar við eldra fólk og það áhersla á það að fólk geti verið lengur heima hjá sér, meiri áhersla á dagdvalir og endurhæfingu og síðan forvarnir og heilsueflingu. Við settum meðal annars í gang verkefni sérstakt sem að snýra að einmannaleika, að vinna á honum með svokölluðum tengiráðgjöfum og núna eru 22 sveitarfélög og 6 heilbrigðisstofnanir í þróunarverkefnum í Gott að eldast. Aðeins varðandi húsnæðismálin, þá teljum við mjög mikilvægt að við getum gert fólki kleift að búa sem lengst heima, meðal annars með því að auðvelda fólki að gera breytingar á heimilum sínum til þess að geta búið lengur heima og fjölga búsetukostum sem væri meðal annars hægt að mæta þeim sem lægstar tekjurnar hafa og eru í annarkvort mjög skuldsettu eigin húsnæði eða á leigumarkaði til þess að og við getum mætt þeim meira með endurskoðun lánaheimilda húsnæðis- og mannvirkjastofnunar þannig að hún miði betur á svona almannaþjónustu hlutverki stofnunarinnar að sinna fólki sem hefur minni tekjur. Ég læt þetta nægja. Næstur yfir Máls Jóhann og hann þingmaður Samfylkingar. Já, góðan daginn, gaman að sjá okkur öll. Ég skil vel að þið séu orðin þreytt á innantómum loforðum
og við í Samfylkingunni ætlum ekki að falla í þá gryfju að lofa einhvern veginn öllu fögru en geta svo ekki staðið við það. Þess vegna höfum við lagt fram mjög skýrt og afmarkað og kostnaðarmetið plan það að taka betur utan eldra fólk. Ef við byrjum á því sem lýtur að þjónustu, þá viljum við halda áfram með gott að eldast verkefnið og spýta í þar, en við viljum líka ráðast í þjóðarátak í umönnun eldra fólks í heilbrigðiskerfinu með því að fjölga hjúkrunarrýmum mjög hratt á komandi kjörtímabili, höggva þar á hnútinn sem hefur verið milli ríkis og sveitarfélaga. Svo eru það almannatryggingarnar og þar erum við með mjög afgerandi aðgerðir sem eru samt nógu hófstilltar til að við treystum okkur til að lofa þeim og þetta svona eiginlega bróðurparturinn af svona velferðar útgjalda loforðum okkar í þessum kosningum. Það er styrking almannatryggingakerfisins og þá erum við að tala um svona 3 forgangsaðgerðir. Í fyrsta lagi ætlum við að breyta 62. grein almannatryggingalaga og við ætlum að binda ellilífeyri við launavísitölu. Þið þekkið auðvitað þennan tvöfalda lás, en við ætlum ekki bara að tryggja að ellilífeyrir fylgi launaþróun og sé þó þannig að hann hækki aldrei minna heldur en verðlagsvísitala, heldur ætlum við að miða beinlínis við launavísitölu nema auðvitað þegar verðlag hækkar meira heldur en launavísitala, þá fylgjum við henni. Þannig að við ætlum að binda þróun ellilífeyris við launavísitölu, þannig að þróunin verði þannig á næstu 4 árum að eldra fólk fylgi almenna vinnumarkaðnum. Í öðru lagi þá komum við að þessu almenna frítekjumarki sem tekur til lífeyrissjóðstekna. Það hefur allt og lengi verið í 25.000 krónum, rýrnað að raunvirði á hverju einasta ári núna margra ára skeið sem þýðir í raun og veru að skerðingarnar hafa verið að aukast stig af stigi. Við ætlum að hækka strax þetta frítekjumark upp í 60.000 krónur. Og í þriðja lagi, það sem þetta þýðir auðvitað að eldra fólk mun njóta meiri ávinnings af því að hafa greitt í lífeyrissjóði. Í dag það þannig að til dæmis eldri kona sem hefur safnað lífeyrisréttindum upp á 150.000 krónur þegar hún fer á ellilífeyri þá í rauninni ávinningurinn fyrir hana aðeins 50.000 krónur vegna þess að restin fer í skatta og skerðingar. En við ætlum að tryggja umtalsvert stærri hluti af því sem hún hefur safnað sér í lífeyrisréttindi skili sér beint til fólks en ekki fyrst og fremst til ríkisins í formi skatta og skerðinga. Í þriðja lagi þá það auðvitað þannig að þegar vextir eru háir og verðbólga mikil þá verða skerðingar vegna vaxtatekna, vegna vaxta bara á sparnaðarreikningum ofboðslega þungar. Og við sjáum núna bara metfjölda sem að fá mjög þungan bakreikning frá Tryggingastofnun. Það sem við ætlum að gera núna að setja á sérstakt frítekjumark vaxtatekna og þetta sanngirnismál finnst mér vegna þess að almenningur með frítekjumark á sínum fjármagnstekjum. Það 300.000 króna frítekjumark á hverju einasta ári hjá almenningi. En hjá ellilífeyrisþegum þá koma vaxtatekjur eiginlega strax til skerðingar á greiðslum Tryggingastofnunar. Þannig að í rauninni verið að banna eldra fólki að spara og það þýðir þá líka að eldra fólk hefur til dæmis ekki hvata til að losa sig við íbúð, selja íbúð og safna einhverju sparifé vegna þess að jafnvel bara mjög hóflegar verðbætur á sparifjárreikningi koma strax til skerðingar á greiðslum Tryggingastofnunar. Þess vegna ætlum við að bæta þessu frítekjumarki við. Þetta allt saman aðgerðir sem við höfum kostnaðarmetið, við höfum rætt þær við Tryggingastofnun og fleiri stofnanir og viljum koma þeim til framkvæmda sem allra fyrst en það auðvitað ríður á því að við fáum umboð til þess að stjórna landinu í komandi kosningum. Takk. Takk þér kærlega fyrir, Jóhann Páll Jóhannsson og því miður þá Píratinn ekki mættur, Björn Leví Gunnarsson en þá förum við yfir til Bergþórs Ólasonar og hann þingmaður Miðflokksins. Gjörðu svo vel. Má ég ekki bara fyrst tala í 5 mínútur fyrir hönd Björns Leví? Nei. Aldrei má maður ekki neitt. Herðið, bara gaman að vera komin hingað og gaman að sjá okkur svona mörg og að vita á svona mörgum að horfa á í gegnum streymi.
Við hjá Miðflokknum höfum formað okkur stefnu í málefnum aldraðra sem við köllum frá starfslokum til æviloka. Og það reynum við að ná heildstætt utan það með hvaða hætti við bæði gerum öll þau svona stoðkerfi sem að styðja við eldri borgara á þessum tíma. Þannig að samfella sé meiri, það sé svona ólíklegra að það verði þjónusturof eftir því sem að aldurinn færist yfir og þar fram eftir götunum. Þannig að þetta svona kjarnaatriði hjá okkur að bæta í hvað þetta varðar, svona þetta utanumhald. En við erum auðvitað hvað svona beinar tillögur varðar, ef ég byrja á því sem snýr að kjaramálunum, þá erum við að horfa til þess að frítekjumarkið það fari upp í 600.000 og ég er nú ekki að reyna að toppa félaga mína sem hafa talað hérna undan, heldur rökstuðu við þetta með því að þetta í rauninni innbyggð villa í því hvernig hið opinbera horfir á kostnaðinn við aukna virkni eldri borgara á vinnumarkaði. Það í rauninni bara tekið tillit til þess sparnaðar í útgjöldum ríkissjóðs sem ekki verða ef að menn sleppa skerðingunum. Og það verður að horfa á þetta heildstætt þannig að menn átti sjá hvað kemur til þeirra sem eru virkir áfram á vinnumarkaði og sömuleiðis hvaða heildaráhrif það verður á ríkissjóð. Og þá kostnaðurinn við þetta, ég leyfi mér að fullyrða að hann enginn. Það eru tekjur af þessu fyrir ríkissjóð að auka virkni þeirra sem eru komnir yfir lífeyristökualdur á vinnumarkaði. Fyrir þá sem vilja og geta. Það ekki hugsunin að þvinga neitt í þessum efnum. Nú við erum sömuleiðis að horfa til þess að almenna frítekjumarkið fari upp í 150.000 á mánuði sem núna komið upp í 36.500 eða ekki. Og það auðvitað umtalsverð breyting og þetta auðvitað bara partur af því að við viljum auðvitað hvetja þá sem það geta til að spara í aðdraganda þess að fólk sest í helgan stein. Nú, við erum sömuleiðis með sérstaka áherslu á að ná utanum þennan hóp sem í rauninni þarna á milli þess að vera með strípaðar greiðslur frá Tryggingastofnun, 333.000 rétt það bil í dag, upp í lágmarkslaunin 425.000. Þetta eru 15.000 manns og þetta sá hópur sem kannski svona á svona að megnin til í brýnustu þörfinni fyrir stuðning með beinum hætti. Og þetta eitthvað sem við setjum í algjöran forgrunn hjá okkur að ná utanum. Og í þessu samhengi þá verð ég, að því það nú alltaf verið að tala svikin loforð stjórnmálamanna, þá vil ég bara rifja upp frá tíð ríkisstjórnar Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar 2013 til 2016. Þá sagði formaður Miðflokksins sem þá var formaður annars flokks með mjög skýrum hætti að þegar við erum búin að ná utan þessi stóru verkefni sem snúa því að ná utan efnahagsmálin, klára uppgjör við kröfuhafana og þar fram til götunum, þá komið að því að leiðrétta kjör eldri borgara sem hafa dregist aftur úr hér árum saman og það ekki engar undankomu auðið og engin vilji til þess að koma sér undan því verkefni. Það verður að ganga til þess. Nú svo þarna páskaleiti 2016 þá þarf Sigmundur Davíð að stíga til hliðar og þetta einhvern veginn fór úr fókus. Og ég get bara sagt ykkur það að Sigmundur Davíð formaður Miðflokksins hefur í öllum ræðum sem ég hlustaði á öldrunarmál undanfarin ár, síðan hann kom inn á þing fyrir hönd Miðflokksins, sagt þetta loforð óuppfyllt og ég ætla mér að komast í stöðu til að efna það. Þannig að það umræða að menn standi ekki við og svona hverfi frá sínum loforðum. Ég bara hvet ykkur til þess að hafa ekki áhyggjur af því í samhengi Miðflokksins í öllu falli. Nú húsnæðismálin, við erum auðvitað, svo sem eins og margir aðrir, að horfa til þess að fólk geti bæði dvalið lengur í sínu eigin húsnæði fyrir þá sem það hentar, en sömuleiðis þarf auðvitað að koma á og áfram þeirri uppbyggingu hjúkrunarrýma sem blasir við öllum að nauðsynleg og hefur dregist allt og lengi. Þetta eiginlega búið að vera þyngra en tárum taki að fylgjast með hversu illa hefur gengið á þessum undanförnum 2 kjörtímabilum. Og það bara blasir við að það auðvitað mikil áhrif sem slíkt hefur ef vel tekst til að mynda á stöðunin á sjúkrahúsunum og þar fram til götunum. Þannig að allt þarf þetta skoðast sem heildarmynd og öflug uppbygging hjúkrunarrýma. Hún tekur
drekkur úr svona ákveðin tappa sem að verið hefur og verður til hagsældar fyrir okkur öll. Takk fyrir Bergþór Ólason og þá tekur til máls Sólveig Dagmar Þórisdóttir. Hún frambjóðandi lýðræðisflokksins. Gjörðu svo vel. Þakka þér fyrir. Heyrist í mér? Já, ég kem hérna fyrir hönd lýðræðisflokksins og Arnars Þórs. Mikið að gera hjá Arnari, þannig að hann ætlaði að koma hérna í dag en komst því miður ekki. Ég ætla ekki að fara að telja upp tölur. Það er mikið annað sem mér finnst skipta máli líka fyrir eldri borgara, til dæmis einmanaleiki, landið okkar, samþjöppun í sambandi við það að vera heilbrigð saman, stilla okkur saman og hafa gaman saman. Þetta er ekki bara spurning hversu mikla peninga við eigum, það er líka hvernig við eyðum tímanum okkar. Og sem leiðsögumaður núna í 30 ár með útlendinga hérna all land, þá tel ég mig hafa svona ákveðnar hugmyndir og mér langar svolítið að tala frá hjartanu mínu, ekki bara tölunum. Af því að auðvitað viljum við fá hærri tekjur og við vitum að lífeyrissjóðirnir eiga 1700 milljarða og ég heyrði Ingu tala það daginn að þeir væru að eyða 30 milljörðum í að reka lífeyrissjóðina og ég mun gjarna passa upp á það með okkar flokki, lýðræðisflokknum, að þeir noti kannski bara 5 og hækki launin ykkar. Ég var að lesa til dæmis að þið hafi ekki fengið launahækkun upp á 3,25% sem var að ske í fyrravor. Við fengum það öll landsmenn og það skiptir máli fyrir ykkur að fá það líka. Og við erum aftur að fá launahækkun núna næsta ári, 1. janúar. Okkur eru þið ekki að fá það líka. Ég ætla að lesa hérna upp nokkrar stefnur hérna okkar. Við viljum sem sagt við viljum hvetja sveitarfélög til þess að stofna öldungaráð, samráð við öldungaráð sveitarfélaga, verið í samráði þar. Málefni eldri borgara eru eitt af forgangsmálunum okkar í lýðræðisflokknum, afnema skatta af lífeyristekjum og mér finnst það vel vert að gera það. Þið hafið skilað öllum þessum tekjum til okkar sem yngri erum og ég var hjá framhaldsskóla krökkunum í morgun hjá Vogaskóla þeirra að taka við. Þið eru núna á seinni hluta og þá að vera gaman hjá okkur og það skiptir máli. Nú, það er ekki forsvaranlegt að borgarar þurfa að bíða á legudeildum þar sem ekki eru næg pláss á hjúkrunarheimilum. Við viljum einkavæða og fjölga á hjúkrunarplássum. Ég á aldraðan faðir sem 91 árs og þurfti að fara á spítala núna daginn og ég vil sjá hann blómstra síðustu metrana og við öll eftir að eldast og við erum komin á mismunandi aldur og því ekki að leyfa kennurum til dæmis að taka þátt í og vera virkari, að taka og kenna okkar útlendingum sem tala ekki íslensku, kenna þeim íslensku og leyfa þeim bara að fá persónuafslátt eða lægri skatta fyrir vikið. Þannig að ég hef alls konar hugmyndir sem mig langar að koma að en auðvitað erum við öll að hugsa vaxtamálin í dag og lýðræðisflokkurinn að hugsa fyrst og fremst að lækka vextina til að takast á við þetta og við erum líka að tala það að leyfa peningunum að flæða til okkar en ekki þeirra sem að reka lífeyrissjóðina okkar. Þeir eru ekki að fá 30 milljarða af okkar lífeyristekjum sem við erum að borga til þeirra. Nú við erum með til dæmis eitt hjúkrunarrými sem kostar 75 milljónir í byggingu miðað við verðlag í dag. Þörfin eru 700 hjúkrunarrými 2023 og fer vaxandi. Þetta gera 54 milljarðar eða 1,4% af landsframleiðslu í þjóðartekjum 2023. Sigurður Ingi talar um 1% sem kostar að taka við flóttafólki árlega eða 43 milljarða. Okkur í lýðræðisflokknum finnst það því ekki 1,4% mikið vera stór vandamál. Við viljum fá það í gegn og kannski ætlum við að huga að okkar eldri kynslóð miklu betur og síðan þarna inn á lýðræðisflokkurum.is þar fáið þið að lesa okkar stefnur. Við erum náttúrulega að koma inn til að rugga bátnum tilbaka og rétta bátinn af. Við vitum hvernig báturinn er að halla, það eru flokkar hérna inni sem er að tala og þau eru að tala mikið tölur. Það er ekki bara tölurnar okkar, það er líka fólki, það er persónan, það er einmanaleikinn sem er líka í þjóðfélaginu, gleðin, hamingjan, allt sem við viljum vera meira með börnunum okkar, barnabörnunum okkar. Ég var að segja við fólki börnin í morgun, við viljum leyfa ykkur vera frjáls og ekki bara vera að lesa og kunna utan að allar bækurnar, heldur líka skapa og hafa gaman og það vinn ég við alla daga hérna undir náttúrunni sem stolt af Íslandi og stolt af okkar náttúru og stolti bara af okkar fólki að berjast fyrir íslenskunni, akkur ekki að leyfa eldri borgurum að kenna íslensku og fá bara
hærra frítekjumark eða skattaafslátt eða eitthvað slíkt. Þetta er mín hugmynd, ég tek það fram bara beint hér og nú og ég ætla bara að leyfa mér að segja það hér og ég mun þá berjast fyrir því að bæta því inn í stefnumálin okkar af því að þau eru hér og við erum að tala sko, við viljum hækka bætur almannatrygginga til samræmis við hækkun launavísitölu eins og lög kveða með því að tryggja að tekjur skerði ekki greiðslur úr almannatryggingum. Öryrkjum og ellilífeyrisþegum verður gert auðveldara að komast aftur á atvinnumarkaðinn og þá er ég að tala því að við erum 67 og ég er 64 ára. Eftir 3 ár er ég ekkert hætt. Eftir 10 ár eru þið ekkert hætt heldur. Þið eru ennþá í því að vilja deila ykkar visku og þekkingu og því ekki að reyna að taka betur utan það. Við erum að þjálfa börnin okkar í það og við erum ekkert hætt að lifa 67 ára. Og það skiptir máli. Og þið getið farið inn á stefnu flokksins og lesið meira þetta en ég geti haldið 2 tíma ræðu þetta og bara gaman að sjá okkur. Og þetta er fyrsta ræðan mín opinberlega hérna, þannig að ég er ný í pólitík og bara takk fyrir að bjóða mér að vera hér. Takk. Dagmar Þórðarsdóttir, þakka þér fyrir. Og þá er það Davíð Þór Jónsson frá Sósíalistaflokki. Gjörðu svo vel. Já, komið sem bless og sæl, gaman að vera hérna með ykkur. Ég byrst afsökunar á því hvað mér seinkaði. Ég var á öðrum fundi klukkan 3 og ég gerði ekki ráð fyrir að það myndi taka mig hálf tíma að komast neðan úr bæ og hingað til ykkar. En það þýðir ég misti af framsögunni hérna í upphafi fundarins, þannig að ef ég er að segja eitthvað ef ég er að endurtaka eitthvað sem kom frá þá byrst ég fyrirfram velvirðingar á því. Hann sagði ekkert merkilegt, ok. Það kynntóku bara. Já, Inga segir að ég hef ekki mistað neinu, þannig að hvað það, sko, grunngildi Sósíalistaflokks Íslands liggja alveg fyrir og þau eru jöfnuður og réttlæti og við byggjum stefnu okkar í öllum málaflokkum á þessum 2 hugtökum. Við sjáum fram á það að við búum í samfélagi þar sem að ójöfnuður og misskipting hefur aukist jafnt og þétt, ekki bara í tíð núverandi ríkisstjórnar eða síðustu ríkisstjórna, heldur hefur þetta verið þróun sem hefur verið að eiga sér stað með tömlulausum ágangi nýfrjálshyggjunnar síðastliðin 30 ár að minnstakosti. Við bendum á að fyrir 30 árum að þá voru lægstu laun í landinu skattfrjáls og persónuafslátturinn var miðaður beinlínis við það. Í dag eru borgaðar 65.000 krónur í skatt af lægstu launum sem við þó vitum að dugar ekki til framfærslu og samt er verið að skattleggja þetta fólk. Við höfum lagt fram skýra stefnu það að lægstu laun eigi að vera skattfrjáls, frítekjumark eigi að vera miðað við það. Við viljum lækka skatt á lágtekju- og millitekjufólk og bæta okkur það upp með hátekjuskatti. Og meðal annars leggjum við til auðlegðarskatt og ef einhverjir mótmæla honum þá vil ég benda og við höfum reiknað það út að 1% þjóðarinnar myndi þurfa að greiða auðlegðarskatt, þannig að þeir sem eru á stjórnmálamenn sem eru á móti því ættu að vera spurðir fyrir hvern ert þú að vinna? Ertu að vinna fyrir almenning eða ertu að vinna fyrir 1%? Við höfum talað tölur eins og það er að 10.000 börn í Reykjavík eru núna að alast upp við fátækt í dýrðaríkinu Íslandi. Samkvæmt nýlegri könnun að þá hafa 20% tæp 9 ára barna í Reykjavík reynslu af því að fara svöng í rúmið af því það var ekki til matur heima. Og nú getum við bætt við sláandi tölu sem ég bara sjá hérna fyrir framan fyrst að 15.000 eftirlaunaþegar hafa heildartekjur undir lágmarkstaxta. Þetta er ekki boðlegt í því samfélagi sem við lifum og þær kjarabætur sem við boðum til fátækra gilda alla óháð aldri. En það er náttúrulega líka misskipting og misjafnt mannanna lánið í ykkar aldurshópi eins og hjá yngstu börnunum. Og ég man að allavega sé ekki 8-9 ár síðan, allavega gaf ég út pönkplötu, þar sem eitt lagið fjallaði þetta var innblásið að viðtali við Brynjar Níelsson sem hafði þá lýst í yfir eldri borgurum væri engin vorkunn en það ættu þeir að jafnaði 50 milljónir í hreinni eign. Og þá rifjaðist upp fyrir mér gamla líkingin að maður sem er með annan fótinn í ísfötu og hinn í glóandi hrauni, hann hefur það jafnaði nokkuð gott. Og ég held að þessir örfáu vinir Brynjar sem eiga einhverjar milljarða í Panama að þeir skekki svolítið meðaltalið.
Af því að á þessum tíma hafði könnun leitt í ljós að stór hluti eldri borgara var vannærður vegna fátæktar. Þetta er ólíðandi í því samfélagi sem við viljum byggja og sósíalistar ætla að ráðast með kjafti og klóm á fátækt á Íslandi, óháð aldri þess sem þjáist af fátækt. Við boðum líka stór átak í húsnæðismálum, í byggingu félagslegs íbúðarhúsnæðis. Núna er ástandið þannig með braskvæðingu húsnæðismarkaðarins að 9 af hverjum 10 nýjum íbúðum eru ekki keyptar af fólki sem ætlar að búa í þeim, heldur af bröskurum sem eru að kaupa sína 3., 4., 5. eign til þess að leigja út á okurleigu. Af því að það segir sér sjálft að fólk sem er að borga upp undir 75% af ráðstöfunartekjum sínum í húsaleigu, það er ekki að leggja fyrir. Því er gert það ókleift og þannig er fólk fast í svona gildru. Það þarf líka að losa húsnæði og það gerum við meðal annars með stórtækri félagslegri uppbyggingu og þjónustíbúðum fyrir aldraða, þannig að þeir geti komist í húsnæði á viðráðanlegu verði sem hentar þeim og þá losnar eignirnar þeirra sem þeir áttu fyrir og þar getur komið inn yngra fólk og stofnað heimili inn í þær eignir. Og ég hef einmitt tekið eftir því hvað svona búsettukjarnar, af því ég hef nú svolítið reynslu af því, ég hef kynnst vel bæði svona búsettukjarna í Bólstaðarhlíðinni og Dalbrautinni sem ég hef þjónað á báðum stöðum og ég sé hvað hefur skapast dýrmætt samfélag þar. Það hafa meira að segja myndast þar rómantísk og falleg sambönd milli fólk sem að kynnist bara í gegnum húsfélagið og það eflir trú mína á ástina. Takk. Þakka þér kærlega fyrir. Þú fórst yfir 5 mínútur. Ég biðst velvirðingar. Já, biðst velvirðingar. Inga Sæland. Ástin náði mér. Halló, já. Já, heil og sæl. Yndislegt að vera með ykkur og sjá hvað eru margir hérna með okkur í kvöld. Ég heiti Inga Sæland, ég er formaður Flokks fólksins og ég hef unnið hörðum höndum með kjafti og klóm að velferð eldra fólks frá því að ég var kjörin á Alþingi Íslendinga. Það er svolítið furðulegt að heyra fróði flæða, sérstaklega á þeim sem eru kollega mínir á þingi og hafa fengið boð það í 7 ár að vera meðflutningsmenn Flokks fólksins á hinum ýmsu þarfa málum sem lúta að eldra fólki. Það er skemmst frá því að segja að þessu meðflutningi er ávallt hafnað. Við erum að róa bátnum ein. Nema þegar kemur að því að utan málin okkar hefur verið tekin eftir mikið japl, jaml og fuður, eins og til dæmis með hagsmunafulltrúa fyrir eldra fólk, sem var einróma samþykkt af Alþingi Íslendinga, en einhverja hluta vegna ákvað hæstv. Félagsmálaráðherra að koma með það sé gott að eldast og er með einhverja 2 símsvara á Ísland.is fyrir 60.000 eldri borgara á meðan að hagsmunafulltrúanum sem Alþingi Íslendinga samþykkti einróma ásamt honum sjálfum var fleygt í rusli. En svona gangakaupin fyrir sig á eyrinni, hér heyri ég líka tala mikið 62. grein almannatryggingalaga, áður 69. grein, sem þessi kona sem hér situr hefur mælt fyrir 7 sinnum á Alþingi Íslendinga, 7 sinnum án þess að nokkur af þeim sem er að röflum hana núna hafi kært sig að vera meðflutningsmaður. Er það furða þó maður sé hissa á því þegar einhver segir það er allir að röfla eitthvað á loföllu fögru en við erum með plan. En við látum verkin vinna. Við erum ekki bara starfsmenn á plani. Við hrindum verkunum okkar í framkvæmd. Og það er skemmst frá því að segja að mér áskotnaði sá heiður að vera á risastórum fundi á Hilton hér á dögunum, landssambandi eldra fólks og til dæmis það sem stendur hér sem ágæta áminning fyrir okkur. Það er allt saman í frumvörpum og þingsályktun frá Flokki fólksins nú þegar og hefur verið langt skeið. Hér erum við að sjá pappíra sem ég nenni náttúrulega ekki að lesa þetta svo mikið, við erum svo ógeðslega dugleg, en málin okkar hérna til dæmis langar með að nefna til dæmis frítekjumark, launatekna fyrir eldra fólk, sem kæri sig að vinna lengur vegna þess að það hefur góða heilsu til. Við letum vinna skýrslu fyrir okkur á sínum tíma til að sjá það hversu mikið yrði það nú stóra kjaftsökið á ríkissjóð að leyfa eldra fólki að halda áfram að vinna án þess að skerða það vegna þessara launatekna. Það fór nú 2 sögum af því, annars vegar frá ríkisvaldinu sem sýndi okkur aldrei rökin sem komu frá þessu Capacent sem fór nú reyndar á hausinn daginn eftir, þannig að við gátum nú ekki fengið í rauninni nein gögn, alveg sem að hvernig við leituðum eftir því, en samkvæmt þeim gögnum sem við höfðum
þá var það alveg ljóst að það sennilega 3 milljarðar á ári sem mætti segja það að ríkissjóðurinn myndi hagnast á því að leyfa eldra fólki að vinna á þess að skerða það vegna atvinnutekna. Hugsa sér, vegna þess að það borgaði tekjuskatt, það kæmi í veg fyrir einangrun, það kæmi í veg fyrir óþarfa vanlíðan heima fyrir, það lengdi einfaldlega lífi okkar. Ég náttúrulega alveg að detti það að vera svona gömul sjálf og ætla nú bara að halda áfram að rífa kjaft allan daginn og sko, mér langar að segja sko, það lítill bæklingur þarna á borðinu sem að við prentuðum út. En hvað höfum við ekki barist fyrir því að reyna að tryggja búseturétt eldra fólks? Að tryggja það að eldra fólk sé ekki flutt hreppaflutningum þegar kemur að því að það þarf að leita sér aðstoðar eða fara inn á hjúkrunarheimili. Þegar það er stíað í sundur við maka sinn. Fá ekki að fylgjast einu sinni að. Ég get sagt ykkur það að þið geti ekki einu sinni látið ykkur detta í hug baráttuna sem að við höfum verið með inn á Alþingi Íslendinga fyrir ykkar hönd. Og mér þætti afskaplega vænt það. Að þið kynntu ykkur það, vegna þess að það er afskaplega auðvelt. Bara inn á alþingi.is, inn á þingmenn, inn á Flokkur fólksins og sérstaklega mig að því ég er svo frábærðar. Þannig að skoða frumvarpin, skoða ályktanirnar og sjá baráttuna sem ég hef verið í og Flokkur fólksins síðan 2017 að við vorum það lánsum og þið það heppin að eignast okkur inn á Alþingi Íslendinga. En núna fyrir jólin, núna ekki fyrir jólin, maður er orðið ruglaður í öllu þessu að því að þetta sprakk allt í loft upp. En núna tókst okkur samt sem áður að lyfta grettistæki og það er ævilega þannig, fáir njóta eldana eins og það stendur, að góðu verkin sem við erum að vinna, það er alltaf reynt að gera það sínum, svolítið athyglivert. En ég hreinlega hótaði öllu illu núna fyrir jólin til þess að ná fram jólabónus fyrir fátækasta eldra fólkið sem er með óskertar greiðslur almannatrygginga. Ég hreinlega hótaði því að ef að þeir myndi ekki segja já, þá skildi ég birta fyrir milljónir daginn fyrir kjördag atkvæðagreiðslu þar sem þeir segðu nei. Og ég skildi virkilega deila því út allt land til þess að sýnilegt væri hver raunverulegu vilji þeirra væri til að taka utan þá sem ættu báast í samfélaginu. Og með það var ég spurð að því ert þú að hóta þessu Inga Sæland og ég sagði já og það sem meira er að ég mun standa við það. Takk fyrir. Nei, það er eitt enn punktur að því ég þarf að kveðja náttúrulega og persónuafslátturinn sem átti að taka gildi núna áramótin hann fellur ekki brott og það á ég skuldlaust og Flokkur fólksins. Voru líka hér getnaður. Inga Sæland. Ég talaði 3 mínútur. Talaði 5 mínútur, rómlega, rösklega. En hvað það? Næst ætlar að tala Bryndís Haraldsdóttir og hún er þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Gjörðu svo vel. Takk fyrir kærlega. Gaman að vera hérna með ykkur. Ég er þingmaður Sjálfstæðisflokksins og hefur verið það frá haustkosningum 2016. Hef nú mætt á nokkra svona fundi og ég verð að viðurkenna það að mér finnst salurinn alltaf yngjast á þessum árum. Ég veit ekki hvort að svo sem hér situr eða hvort að sé þeir sem þarna sitið úti. En ég ætla að vera á aðeins öðrum nótum en kær sessunautur minn og vinkona Inga Sæland. Ég er stolt af því kerfi sem við höfum byggt upp á síðustu árum og áratugum hér á Íslandi. Ísland er öflugt samfélag þar sem að atvinnulífið hefur blómstrað og okkur hefur tekist að byggja upp gott velferðarkerfi. Að því sögðu þá er engu að síður ýmislegt sem má gera ennþá betur. Við horfum á félag okkur í Evrópu núna með mun lægri fæðingatíðni en við höfum séð hér á landi, en fæðingatíðnin á Íslandi er líka að fara niður. Þess vegna er uppbygging lífeyrissjóðskerfisins sem við búum við í dag þrekvirki og mun skipta okkur ofboðslega miklu máli til lengri tíma litið. Mörg ríki búa við gegnumstreymiskerfi eins og almannatryggingakerfið okkar er og það er mikilvægt fyrir þá sem ekki hafa af einhverjum sökum haft tækifæri til að safna í lífeyrissjóði. En að því sögðu þá eru áherslur okkar þær að varðandi sérstaklega eldri fólki að við viljum leggja áherslu á fjárhagslegt sjálfstæði eldri borgara og við viljum stuðla vellíðan eldri borgara. Við eigum að leyfa þeim að vinna sem að vilja vinna, þannig að við eigum að vera með sveigjanleg starfslok og þá þurfum við líka að hækka frítekjumark ellilífeyris almannatrygginga og við horfum á 350.000 í því sambandi. Nú við eigum að gera fólki kleift að búa lengur heima og þá þurfum við að bjóða upp á fjölbreytta þjónustu
og ég vil líka virkja mismunandi geira heilbrigðiskerfisins í þeim efnum, þannig að það sé til dæmis auðveldara aðgengi að iðjuþjálfurum og sjúkraþjálfurum til að aðstoða fólk við að búa lengur heima. Nú, við þurfum líka að bjóða upp á fjölbreytta og sveigjanlega dagdvöl og svo ætla ég að koma aðeins inn á heilbrigðiskerfið. Landspítalinn, auðvitað klárum við hann núna á næstu árum og hann mun skipta miklu máli, en við horfum þá til þess að spítalinn okkar í Fossvogi getur verið öldrunarspítali. Við þurfum líka að byggja töluvert meira af hjúkrunarheimilum og því miður hefur það tekið allt og langan tíma. En með samkomulagi sem að Þórdís Kolbrún gerði á þeim tíma sem hún var inn í fjármálaráðuneytinu, við Willum Þór, heilbrigðisráðherra, þá höfum við einfaldað það kerfi og tryggt það að einstaklingar sem að kunna að byggja geti farið hraðar í uppbyggingu á hjúkrunarheimilum. Og við sjáum það til að mynda með Hrafnistu inn í Fossvogi hvað það tókst vel til og við þurfum að tryggja það áfram. Ég ætla líka að horfa inn á lýðheilsuna og mikilvægi þess, það hefur nú ekki bara að gera með eldri borgara, heldur okkur öll, því heilbrigðiskerfi skiptir okkur máli, en við megum ekki láta það snúa bara óheilbrigði, heldur þurfum við að horfa til lýðheilsunar og styrkja þau góðu verkefni sem hafa verið í gildi hvað það varðar. Við höfum líka stefnu varðandi húsnæðismálin, það þarf auðvitað að fjölga hér byggingarhæfum lóðum. Við ætlum að afnema stimpilgjöld einstaklinga af kaupum á fasteignum og það mun bæði auðvitað nýtast ungu fólki en líka eldra fólki sem vill kannski minnka við sig og þannig minnkum við skattbyrði á það. Ég ætla að gefa meiri tíma í að svara spurningum og fara ekki yfir tíma. Já, verið til Bryndís Haraldsdóttir og næstur Guðbrandur Einarsson og hann þingmaður Viðreisnar. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Komið sæl og takk fyrir að bjóða mér hérna á þennan fund. Mér langar kannski aðeins að byrja á því að vinkona minn Inga Sæland hér talar að hún eigi þessa hluti hérna skuldlausa. Hún verður átt að segja á því svo ágæta kona að hún þarf meðspilara til að ná málum í gegn. Og það var eindreginn vilji á Alþingi til þess að klára þessi mál núna í aðdraganda þingflokka sem hún hér að eigna sér. Þannig það voru fleiri flokkar sem að tóku á þessu og voru svo sannarlega meðspilarar Ingu í þessum málum og byrjaði strax bara á síðasta ári. Ég með orðið, kona góð, en mér langar að byrja kannski á því að fara aðeins yfir launamálin sem að skipta fólk miklu máli. Mínar rætur liggja í sveitarstjórnarmálum og verkalýðsmálum og hef komið að gera kjarasamninga í ansi mörg ár og þar hefur sá háttur verið hafður á að hækka lægstu laun umfram almennar launabreytingar sem að hefur þýtt að lægstu laun hafa oft hækkað talsvert umfram bara almenna vísitölu. Þannig að kaupmáttur þessa lægstu hópa hefur verið að batna umfram aðra í svona hlutfallslega, en því miður hefur það ekki náð að flæða inn í almannatryggingakerfi að það bætur sem fólk fær frá ríkinu. Og þar bara þurfum við þurfum að taka á þessu með einhverjum hætti og hér hefur verið nefnt að við þurfum að leggja áherslu á það að engin lífeyrisþegi þegar ég fái lægri tekjur heldur en lægstu laun. Og einhvern tímann hefur þetta verið samhangandi og ríkið verið tilbúin til þess að hækka lægstu laun í samræmi með að hækka lægstu texta, en það það bara ekki lengur. En þessu þurfum við að breyta með einhverjum hætti. Mér finnst líka bara þessar skerðingar sem við erum að upplifa, ég á bara svolítið erfitt með að átta mig á því hvernig stendur á því að þeir sem safna í lífeyrissjóði eru skertir í baka fyrir, en þeir sem hafa safnað peningunum sínum undir koddann, þeir eru ekki skertir. Þeir eiga bara peningan einhver staðar og geta fengið það fullar bætur frá almannatryggingum, en þeir sem hafa lagt fyrir í lífeyrissjóð, þeir eru skertir. Svo má ég líka til með að nefna að þrátt fyrir að það sé búið að jafna lífeyrisréttindi á almennum markaði og hinum opinbera, þá tekur það 40 ár að ávinna sér réttinn, þannig að það verði til jafns á báðum þessum mörkuðum. Þannig að ég reikna með að mörg ykkar
hafi ekki full lífeyrisréttindi eins og maður myndi hafa miðað við framlagið í lífeyrissjóði núna, að því það tekur 40 ár minnst að ávinna sér þann rétt. Þannig að ég skil hérna reiðina í fólki fyrir það að sá litli lífeyrissjóði sem fólk að fá, hann sé skertur. Og síðan finnst mér líka bara merkilegt að það sé verið að búa til alls konar frítekjumörk fyrir fólk til að vinna, en þeir sem að geta ekki unnið, þeir eru skertir. Þannig að það eru bara margar hliðar á þessu sem við erum að skoða. Við í verkalýðshreyfingunni litum á það þannig að lífeyrisgreiðslur væru frestaðar atvinnutekjur og þess vegna þetta meðhöndlaði lífeyristekjur á sama hátt og bara aðra tekjur. Þannig að það er ýmislegt í þessu kerfi sem hægt er að laga, en það þarf kerfisbreytingar í þetta. Mér langar aðeins að nefna þá heilbrigðismálin sem að skiptir auðvitað eldra fólk og í raun og veru okkur öll máli. Grunnþjónustan er í lamasessi. Við þurfum að bíða í margar vikur eftir því að komast á heilsugæslu. Ríkisstjórnin lofaði að byggja 700 hjúkrunarrými en við byggðum bara 200. Það vantar 500 upp á lofarapakka ríkisstjórnarinnar. Þetta er eitthvað sem að þarf að skoða og það er heldur ekki hægt að senda alla heim og þeir fá bara heimaþjónustu. Við erum með Landspítalann fullan af veiku fólki sem getur ekki farið heim til sín og sá hópur þarf að komast í annað úrræði sem að væri væntanlega hjúkrunarheimili. En mér sýnist á handabendingum hér í salnum að ég sé að verða búið með tíma minn og ég ætla að halda mig innan tímamarka. Takk fyrir. Takk fyrir Guðbrandur Einarsson frá Viðreisn. Og næstu til máls tekur Ágúst Bjarni Garðarsson, þingmaður Framsóknar, það má segja það. Já. Það er vist rétt, en sem komið svo er það kosningar sem ráða því nú. Herru, komið sæl, ég er eins og sagt hefur verið Ágúst Bjarni og er þingmaður Framsóknar. Gaman að vera með ykkur hér í dag, gaman að sjá hvað það er vel mætt og margir að fylgjast með heima í streymi. Þetta er auðvitað mjög mikilvægur málaflokkur sem að snertir auðvitað mikilvægan hóp, það er bara að leyfa mér að segja og við þurfum reglulega að vera að ræða. Ég ætla að leyfa mér að fara kannski aðeins yfir svona það sem að yfir stefnu okkar og reyndar það sem að hefur líka verið gert þegar kemur að bara kjaramálum, atvinnu og þjónustu og svo auðvitað húsnæðismálum þessa hóps. Mér finnst þetta allt skipta máli og einhvern veginn hangir þetta saman, en leið og það er sagt að þá er það líka svo að við verðum að horfa á stóru myndin í þessu og ég vil segja það að við búum hér í mjög góðu samfélagi hér á Íslandi, svona heilt yfir er það nokkuð stór hópur sem að hefur það gott, en það er líka þannig með ykkar hóp eins og aðra að það er ákveðin hópur sem að við þurfum að taka enn frekar og betur utanum og ég sé það bara á spjaldinu sem að við fengum hér frambjóðendur í upphafi fundar að það eru auðvitað 15 mann sem eru undir þarna lágmarkstaxta og það munar 92.791 krónu á grunnlífeyri og lágmarkstaxtanum og þetta er auðvitað eitthvað sem að við þurfum að bæta úr og ég sé alveg fyrir mér og við höfum svona rætt það að það megi gera það með sértækum aðgerðum eins og til að mynda bara hækka grunnlífeyrinn eða hækka frítekjumarkið sem að við erum þó búin að stíga skref í þá átt og jafnvel einhverjar greiðslur til viðbótar svona til þess að rétta þennan kúrs þó svo það væri auðvitað og mætti alveg segja að það væri einhverju leyti til að flækja kerfið en þá held ég að það sé svona hluti að því að vera sanngirnismál. Þannig að það hefur auðvitað þrátt fyrir þetta og þetta sé sagt að mér hér að þá hafa auðvitað verið tekin jákvæð skref í rétta átt til þess að bæta kjörin og við stígum núna skref í fjárlagavinnunni að hækka almenna frítekjumarkið úr 25.000 í 36.500 þannig að þetta fer úr 300.000 ári í 438.000 en við þurfum auðvitað áfram og nýtt þing að taka betur utan þessi mál. Svona heilt yfir. Annað sem mig langar að koma hér inn á, áður en að ég svara kannski spurningum eins og aðrir hér á eftir, að mig langar að nefna þetta góða verkefni sem er gott að eldast og fyrrverandi félagsmálaráðherra kom hér inn á í upphafi, sem að því að við höfum verið að ræða hér meðan annars einmannaleikann
og þetta eru þetta verkefni sem samvinnuverkefni heilbrigðisráðherra, félagsmála- og vinnumarkaðsráðherra og fjármálaráðherra og svona byggir á þessum 5 stoðum, þar að segja samþættingu, virkni, upplýsingum, þróun og heimili og svona þverfaglegt samstarf þarna á milli og á að stuðla að því að svona þjónustan sé þætt með betri hætti, þarna séu forvarnir og heilsuefling og svona leiði til aukinnar virkni. En að þessu sögðu varðandi, og ég held að það sé mjög mikilvægt og brýnt og við höfum verið að tala fyrir því að þetta verkefni sé áfram elt og styrt fjárhagslega og með öðrum þáttum. Svo það auðvitað þegar kemur að atvinnumálunum að þá viljum við að fólk geti verið á vinnumarkaðnum eins lengi og heilsan og aldurinn leyfir. Það auðvitað, eins og ég bara þekki ágætlega, að það mikill auður og þekking sem í eldra fólki og við eigum svo sannarlega að nýta hana enn betur en við erum kannski að gera og þess vegna langar mig sérstaklega að taka það fram að það var mjög jákvætt skref hjá heilbrigðisráðherra að tryggja lögbundna undanþágu frá almennri 70 ára reglu þegar kemur að heilbrigðisstéttunum og ég held að við þurfum að festa þetta niður þegar kemur að opinbera kerfinu í heild og vinna áfram svona í þessa átt að þeir sem hafa styrk og getu og heilsu til séu áfram verðmæti á vinnumarkaði. Ég held að það sé okkur öllum til hagsbóta. Svona að lokum þá langar mig aðeins að nefna hjúkrunarheimilin, auðvitað hefur það kannski gengið hægar heldur en við hefum vonast til en það hefur þó verið stigin með jákvæð skref í þá átt að fjölga hér hjúkrunarrýmum en þar þurfum við kannski enn frekar, nú erum við komið nýja leið sem heitir leiguleiðin sem að ég held að geti svona ítt frekar undir það að við náum að byggja hjúkrunarheimili upp hraðar en við erum að gera, en við þurfum líka að horfa á það að þarna þarf aukið samstarf á milli ríkis og sveitarfélaga sem hafa með skipulagsmálin að gera og í of mörg ár hafa stóru sveitarfélagin hér á höfuðborgarsvæðinu unnið of hægt í þessu, þegar kemur að þessum málum. Takk. Bjarni Garðarsson frá Framsóknarflokki og það er kannski rétt að geta þess að þið verða að vanda ykkur inn á virkilega vel vegna þess að það eru 300 manns líka út landsbyggðina að fylgjast með þessu. En loka ræðumaður það hérna Björn Leví Gunnarsson frá Pírötum. Gjörðu svo vel, þú færð max 10 mínútur. Nei, 5 mínútur. Við þarfum að koma seint í á með fundabóð klukkan 6 en ekki klukkan þessi fundabóðu kom þegar ég held ég að því. Svona komið það, Ég var með fundabóð þegar fundinum lauk, þannig að allavega. Við Píratar erum með fjölbreytta stefnu í málefnum eldra fólks og snýst mikið einmitt svona lýðræðið hjá okkur, tryggja samráðið, passa upp á fjölbreytta leiðir varðandi einangrun og búsetu og heilbrigðismál. En mér langar kannski helst að ræða aðeins kjaramálin, því að það eitt af því sem að ég hef allavega einbeitt mér rosalega mikið á meðan ég verið á þingi. Það er þessi blessaði tvöfaldilás svokallaði. Það er að segja að lágmarkslífeyrir eða lífeyrir á að hækka verðbólgu eða lágmarks launaþróun eins og hún ekki skilgreind og þegar við orðið vör við hvernig kjaragliðunin hefur orðið og þá ég alltaf að spyrja fjármálaráðuneytið af hverju þessi kjaragliðunin að verða? Af hverju hækkar lífeyrinn ekki samkvæmt launaþróun eða verðbólgu? Og þau eru í sífellt að svara með einhverju þvaðri. Bara einfaldlega, segjast ekki vita hvað launaþróun eins og það sé eitthvað rosalega flókið. Það í alvörunni, þetta surrealist. Það sem hefur allavega áunnist núna undanfarin 2, núna líklega 3 ár að lífeyrir hefur verið leiðréttur afturvirkt með tilliti til verðbólguhækkunar. Það nýtt. Og ég held að það sé að því að við erum búin að vera að pönkast aldrei mikið einmitt í því að það sé ekki miða bara við verðbólguna eins og hún spáð heldur eins og hún verður raunverulega. En þá eftir að laga það með tilliti til launaþróunar. Alltaf í upphafi árs spáð launaþróun, hún verður 4% á næsta ári, svo verður hún 6%, en það aldrei leiðrétt og þetta kjaragliðnunin. Og þá hefur við verið með greiningu af þessu sem ég fór í með skrifstofu Alþingis, rannsóknardeildinni þar,
að fara yfir það hvernig þróunin hefur verið og miðað við sko þá útreikninga að þá munar 60% að lífeyrir ætti að vera ef hann hefði hækkað samkvæmt lögum, bara samkvæmt lögum, þá ætti hann að vera 60% hærri. Þetta vandinn í hnotskurn. Þess vegna hefur við verið með frumvarp sem að, eins og Guðbrandur hérna og Inga hefur verið með og Oddný var meðflutningsmaður á, að nota sömu skilgreiningu á launaþróun og þingmenn nota. Fyrst að búið að skilgreina fyrir þingmenn, af hverju ekki hægt að skilgreina fyrir lífeyri? Mjög einföld breyting að nota einfallega það sem þegar til. Að viðbættu því, af því að það eru sérstakar aðstæður, sérstaklega eftir lífskjarasamningana, að ef það eru gerðar krónutöluhækkanir á lægstu launum, að þá þarf tímalaust að taka tillit til þess varðandi hækkun á lífeyri. Þannig að staðan á lífeyri eins og hún væri ef hún hefði þróast eftir lögum í rauninni, þá værum við að tala þessar upphæðir sem að Flokkur fólksins hefur lagt fram 450.000. Við værum þar þá ef að það hefur verið farið einfaldlega eftir lögum. Og þetta þarf að laga, þetta er að fyrsta sem það þarf að laga finnst mér, að stjórnvöld fari eftir lögum. Þannig að þar hef ég verið að einbeita mér. Síðan eitt annað mál. Árið 2016 var gerð breyting einmitt á ellilífeyrinum. Það átti að gera sameiginlega breytingu með örorkulífeyri, en það mistókst. Það urðu smá mistök í lagasetningu, af því að þeir sem voru á örorkulífeyrinum, að þau ákveða að vera ekki með í kerfisbreytingunni. Þá þurfti að skipta upp lagagreinunum sem að sögðu hvar væru skerðingar og alls konar svoleiðis vesen. Og það gleymdist að setja í undanþágu fyrir ellilífeyri að skyldubundinn atvinnutengdur lífeyrissjóður væri ekki atvinnutekjur. Þannig að lagalega séð að þá ætti lífeyrissjóðsgreiðslur að vera atvinnutekjur og ganga undir 2,4 milljón króna frítekjumarkið á ári. Og þetta búið að vera hunsað síðan 2016. Þið ættuð að vera með allt að 2,4 milljónum hærri lífeyri á árinu ef það væri verið að fara til lögum. Og þetta það sem að ég hef verið að eldast við og ég fékk minnisblað þetta í velferðarnefnd. Ég hef búin að vera að vesenast í þessu í fjárlaganefnd frá... Nei, erum við komin í 5 mínútur? Allavega, ég kom með minnisblað frá þinginu sem að staðfestir þetta. En svo kláraðist þingið. Þá allir búin að flytja sína framsöguræður og ég ætla að halda áfram með kjaramálum því miður. Og það þannig að fyrir þennan fund fengum við fjöldanallana fyrirspurnum. Og ég tók ekki alveg nákvæmlega í prósentum, en það var svona 97% þessa fólks hérna og þeirra sem einhvers staðar annars staðar sem vilja fá skýr svör ákveðin atriði í sambandi við kjaramálin. Og þau hafa hluta til komið hérna og nú ég að tala hérna út frá kröfum aldraðra, hvernig þær líta út og það getur vel verið því sem einhver allt aðra hugmyndir. Og ég kannski bara byrja hérna á þessum enda núna, en þið þurfum ekki að vera að lengja máli ykkar endilega. Og ég tek þetta í pörtum og ég bið ykkur að vera ekki að tala eitthvað allt annað, því að tala það sem ég að spyrja Og hana nú. Nema hvað að fyrsta spurningin kannski ykkur liti endurtekning. En við viljum fá þetta bara hérna á hreinu áður en við göngum til kosninga eftir 9 daga. Og hún svona, viljið þið eða ykkar flokkar að ellilífeyrisgreiðslur frá Tryggingastofnun hækki og miðist við lágmarkslaun á almennu vinnumarkaði og að það hækki í samræmi við launaþróun. Og ég að biðja ykkur að fara yfir þetta og svara þessari spurningu. Þið getið kannski komist kannski eftir að segja eitthvað allt annað, en nú ég að biðja það. Þið þá bara sá pass og þið þurfum ekkert að tala lengi. Og óskertur lífeyrir, það hefur komið fram hérna, 333.194 krónur og lægst taxtar innan starfsgreinasambandsins 425.985.
Og þá má líka velta því fyrir sig, hvers vegna miða lágmarkslaun aldraðra við lágmarkstaxta á vinnumarkaði? Ég bara spyr að því. Og það eru 2000 eldri borgarar sem þurfa að treysta bara á Tryggingastofnun, sem fá ekki neinar aðra greiðslur. Það eru kannski mömmur okkar sem voru heima að vinna og það eru 15.000 eins og við komum fram hérna sem fá greiðslur undir lágmarks taxta. Og það er einmitt spurning hvort þið miða við lágmarkstaxta. En þá byrja bara á þér, Guðmundur Ingi, þú minntist á þetta. Farðu aftur yfir að hvað þú vilt í þessum efnum nákvæmlega. Og þegar verið að tala um að hækka þetta upp í, já, alltaf ég byrjaði þig. Já, ég er búin að gleyma, viltu fyrir að svara? Það er alltaf leið. Já, þú heitur hvort þið er. Og þá er það bara Ágúst Bjarnason sem að svara þessu. Og spurningin er, hvort að þú eða þinn flokkur sé hlynntur því að miða tryggingagreiðslurnar frá ellilífeyrisgreiðslurnar við lágmarkstaxta og hvernig þið ætla að fara að því. Þetta er nefnilega þannig að þetta verður kannski gert í einu lotu. Nei. Og veistu hvað það kostar mikið? Ég þóru nú ekki að slá alveg tölun á það. Ég held ég að nú svara þessu allavega síðari spurningunni áðan. Nú er ég að spyrja hvað þið nákvæmlega viljið gera. Já, ég get alveg svarað þessu aftur og ég held að það sé einmitt þannig að já, við styðjum það en ég held að það sé alveg rétt að þetta þurfa að gera í einhverjum skrefum, en þú spurði líka grunnlífeyrinn og þennan mismun á honum og svo lágmarkslaunum og ég nefndi... Ég spyr ég svo hvernig hvort þið viljið láta þetta hækka upp í... Já, ég var að svara því, en þú spurði líka grunnlífeyrinn. Já, það er verið hvernig hann eigi að hækka, hvort hann eigi að hækka upp í lágmarks. Já, ég svara því og ég segi já, af því að þetta er fólk í þeirri stöðu sem hefur það hvað verst og við þurfum að taka alveg sérstaklega utanum og ég segi það bara og flokkurinn minn er algjörlega sammála því að það er ósanngjarnt að það sé hópur fólks hér sem er búin að byggja upp þetta góða samfélag sem eigi ekki til hnífs og skeiðar og það er eitthvað sem við þurfum að taka og ég nefndi það hér áðan að við þurfum að gera þetta jafnvel í einhvernum skrefum og með sértækum aðgerðum og ég nefndi hér að við þurfum að hækka þetta er á dagskrá okkur, já og við þurfum að hækka grunnlíf og við getum gert það með Kjörtímabilið er 4 ár, hvernig er það að byrja á þessu? Nú er þessu kjörtímabili svona að ljúka, þinginu er lokið og við höfum, eins og ég nefndi hér líka, við höfum það hafa verið stigin jákvæð skref en við þurfum svo sannarlega að halda áfram og taka enn frekari skref í þess átt, það er svarið. Ég gæti í raun og veru bara sagt já, mér langar samt að segja, sko, í stefnu Viðreisnar stendur, engin lífeyrisþegi almannatrygginga fái lægri heildartekjur en sem nemur lágmarkslaunum. Þetta er bara svarið, punktur. Og Bryndís, hvað segir Sjálfstæðisflokkurinn? Hvað ætlar hann að gera? Hann er núna búin að vera í ríkisstjórn í 2 kjörtímabil. 2? Við erum svo lánsöm hér á Íslandi að við búum í svo góðu samfélagi og ég held að það sé einmitt fyrst og fremst því að þakka Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið við völd og tekist að byggja upp þetta öfluga samfélag hérna sem við búum við og við höfum gefið verulega á síðustu árum í málaflokk eldri fólks. Og hér það hefur verið 30 milljarða hækkun á ríkisframlagi til málaflokksins bara frá árinu 2017. En þú spyrð lágmarksgreiðslur frá Tryggingastofnun og það er auðvitað eðlilegt að það sé horft til lægstu launa í því samhengi. Við höfum auðvitað núna á síðustu árum verið að hækka lægstu laun verulega. Það hefur verið mikil kjarabarátta hjá þeim sem að... Já, lægstu laun, við erum ekki að tala um það, við erum að tala um lífeyrisgreiðslur frá Tryggingastofnun. Já, ég er að segja, lægstu laun út að þú ert að spyrja hvort við erum að miða við það, þau hafa tekið verulegum hækkunum núna bara á allra síðustu misserum og það er auðvitað eðlilegt að horfa til þess þegar við horfum á þessar greiðslur frá Tryggingastofnun. Og eins og ég sagði hérna áðan þá setjum við inn í stefnuna líka að hækka frítekjumarkið upp í 350.000 þannig að þeir sem að geti hjálpað sér sjálfur geti það líka en þess fyrir utan eigum við að vera með öflugt kerfi fyrir þá sem að ekki geta það.
Takk fyrir Inga Sæland. Hvað þarf Flokkur fólksins að gera í þessum efnum? Flokkur fólksins ætlar ekki að gera það. Hann hefur þegar mælt fyrir 450.000 krónum skatta- og skerðingarlaust og við erum líka búin að mæla fyrir 62. grein almannatryggingalaga til að tryggja það að tekjur ellilífeyrisþega og örorkulífeyrisþega fylgi almennri launaþróun í landinu. Þannig að það liggur bara fyrir að það er þegar verið gert og löngu áður við vissum það að þessi ríkisstjórn var að springa í loft upp. Þannig að við höfum bara hingað til látið verkin tala hér eftir sem hingað til. Og bara svo það sé sagt í lokin, ég held að muni ríflega 97.000 krónum sem að það ættu að vera með hærri laun ef að raunverulega hefði verið fylgt lögunum að launaþróun að greiðslur almannatrygginga og ellilífeyris ætti að fylgja launaþróun. Davíð Þór Jónsson, getur þú... Er ekki múið slappa á þessu. Getur þú svarað þessu? Hvað er að gera? Fyrir að væla, er það ég? Halló, heyrið þið mig núna? Já, ok. Þetta voru 2 spurningar. Svo fyrri var viljum við að lífeyrisgreiðslurnar frá Tryggingastofnun verði með lágmarkstaxta á vinnumarkaði og að fylgi þá framvegis launaþróun. Svarið við þeirri spurningu er já. Já. Og svo var hitt varðandi skerðingar, er það ekki? Nei. Nú, ok. Það var bara þetta. Ég ætla bara að segja að ég vil bæta því við að það er mjög ekki eðlilegt að þessi skerðing hvorki króna fyrir krónunni. Ég ætla ekki að tala um það núna. Neitt. Já, ok. Þannig að svarið er já. Já, svarið er já. Og nú er það næst inn að Sólveig Dagmar. Já, gaman að sjá Arnar Þór ganga hérna inn og kosningastjóran okkar líka. Gaman að sjá okkur. Og ég er mjög stolt af því að vinna fyrir lýðræðisflokkinn og ég mun segja hérna bara absolutt já, við ætlum að hækka greiðslurnar og 3,25% fengu þið ekki í fyrra í maí en við ætlum að hækka þetta og síðan líka 1. janúar ætlum við líka að hækka 3,25 og munum alltaf standa vörð það að þið fáið sömu launaþróun og allir aðrir á almennum vinnumarkaði. Og það er líka með lífeyrisgreiðslunum að við ætlum að sjá til þess að lífeyrisgreiðslurnar sem eru að koma í kassan, það skilir sér til ykkar. Þið eru búin að vinna fyrir þessu og það er það sem skiptir máli, þannig að við segjum já. En ætlar að hækka lífeyrisgreiðslurnar til samræmis við lágmarkslaun? Nei, ég er að tala um lífeyrisgreiðslurnar sem hafa komið inn í kassan, að þær skilir sér í formi þess að þið fáu betra líf og það sé hugsað til ykkar og þið fáu lífeyrisgreiðslurnar ykkar sem þið skiluð inn aftur í vasan og það er það sem skiptir máli í formi hærri launa. Þú varst að sjá eftir þessu já eða? Nei, brastinu mundi ég hver hinn spurningin var. Hvenar ætlið þið að gera þetta? Það var seinni spurningin. Og ég bara, svo ég komið því svarið að við ætlum að gera það fyrir hádegi daginn sem við tökum sæti í ríkisstjórn. Ég held ég þurfi ekki að vera að færa þess að mikrofóna eða hljónana. Bergþór Ólason, þú fórst inn á þetta áðan. Bara einbeitan sér þessu. Hvernig ætti þið að standa á þessu ef þið komist til valda? Já, takk fyrir það. Bara að því þetta er nú stutt paragraf hérna úr stefnunni hjá okkur, sko. Það segir sérstök áhersla verður lögð á að bæta hag þess hóps sem er með lægri samanlagða tekjur frá Tryggingastofnun og úr lífeyrissjóði en samsvara lægstu launum. Og þetta er auðvitað bara göngutúr sem þarf að byrja strax í fyrstu fjárlögum nýrrar ríkisstjórnar og ætli það sé ekki raunhæft að tala að ná þessu marki á kjörtímabilinu. Ég treysti mér ekki nákvæmara svar en það, sko, upp á tímaramman að gera. Björn Leví. Já, Píratar vilja skilgreina lágmarksframfærslu í lögum og sé mjög skýr að það sé enginn undir því og eins og ég sagði hérna þá hefur verið með frumvarp það sem að tryggir það að réttur launaþróun sé notuð og það sé ekki hægt að því að hún tengdi þingmenn líka, þá er ekki hægt að svindla á því. Þannig að já, svarið er einfallega já. Jóhann Páll, Samfylkingin er með eitthvað ákveðið plan. Þú svarar þessu. Já, það heyrist í magnum mínum. Ég tala svo hátt, sko, hérna... Það heyrist í þér. Það heyrist í mér. Ellilífeyrir með heimilisuppbót á alveg tvímælalaust að vera jafnhár lágmarkslaunum og helst hærri. Ellilífeyrir án heimilisuppbótar, það myndi kosta cirka 50-60 milljarða að fara með hann upp í lágmarkslaun
Þannig að ég ætla bara að vera hreinskilinn við ykkur, ég ætla ekki að lofa því að ellilífeyrir án heimilisuppbótar verði jafn há lágmarkslaunum strax á næstu árum. Getum við tekið einhver skref í þá átt? Já. Munum við binda ellilífeyri og aðra fjárhæðir í kerfinu við launavísitölu? Já. En þið eru búin að nefna ykkur upphæð. Þið eru búin að nefna ykkur upphæð í þessa átt? Nei, það er annað. Okay. Guðmundur Ingi, þú komst í að slíka þessu? Það er annað plan. Já, það er annað plan. Heyriði, svarið við því hvort að við viljum að ellilífeyrinn sé jafnhár lágmarkslaunum, að þá er það þannig í okkar stefnu, já, við viljum að það sé jafnhár. Þetta er svolítið svona þegar að, heyrist ekki í mér eða? Jú, nú ekki. Þetta er svona eins og þegar að... Jésus minn! Þakka þér fyrir Jón. Þingvagangurinn. Já, það er sörgalsi komin í okkur. Nei, þetta er algjört grundvallaratriði í okkar huga. Hins vegar eins og Jóhann Páll nefnir að þá er þetta talsvert háar upphæðir, þannig að það þarf að gera þetta í áföngum. Ég held að sé líka bara mjög mikilvægt að við förum þá leið sem að nokkrir kollegar okkar hafa nefnt hérna. Próftakanir. Jú, þetta kemur. Já, sem að nokkrir kollegar mínir hafa nefnt hérna að við breytum því hvernig ellilífeyrinn er reiknaður hver áramót, þannig að við tengjum það við launavísitölu eða launaþróun, og mér finnst hugmyndin sem að Björn Leví hefur verið að tala fyrir að fara einhverja svipaða leið og fyrir alþingismenn, hún hljómar vel. Í þriðja lagi að þá langaði mig að nefna líka að við þurfum að þeirra búið er að festa það að ellilífeyrinn fylgi launavísitölunni, að þá þurfum við að brúa bilið. Gerum hitt fyrst, það er einfaldari aðgerð, ekkert allt of flókin lagabreyting sennilega, og síðan smátt og smátt að brúa bilið þannig að við komumst upp í lágmarkslaunin. Og þú ert ekki í frítekjumarkinu núna, þannig ég ætla að tjá mig um það. Nei, það kemur næst. Við erum bara að fá þetta í skömmtum og þannig að fólk skilji það hvað þið viljið eða ætlið kannski eða örugglega að gera. En þá er það einmitt almenna frítekjumarkið og þá skiljum við þannig þegar það er mikið ruglingur með þessi frítekjumark. Ég er ekki að tala um atvinnutekjur, ég er að tala um frítekjumarkið á lífeyrisgreiðslum frá Tryggingastofnun ríkisins sem hafa verið 25.000 krónur núna í 7 ár, og það er kannski rétt að spyrja framsóknarmanninn, já, hvers vegna þetta hefur ekki verið hækkað? Já, góð spurning. Já, þetta hefur verið, var óbreytt 25.000 krónur frá árinu 2017. Hefur það mátt hækka? Já, sennilega hefur það mátt hækka, og við erum þó að stíga þetta skref núna að 1. janúar hækkar almenna frítekjumarkið úr 25.000 í 36.500, og ég held að það sé bara sjálfsagt að halda áfram að stíga þessi skref en verði ekki að geyma þetta í þetta mörg ár eins og við höfum gert á síðustu árum. Það er kannski annars ég glemdi að með frítekjumarkið og þá er það að vextir og verðbætur, þær reiknast inn í þetta. Finnst þið það réttlátt? Nei, mér finnst að ég ætlaði nú að koma einmitt inn á vextina í upphafsárunum mínum en gafst ekki tími til. Ég held að þetta sé mjög óréttlátt að þetta skerði greiðslur frá Tryggingastofnun, sérstaklega hjá hópi sem hefur safnað sér smá sparnaði til þess að geta leyft sér eitthvað smáttir í á efri árum, og ég held að við verðum og ég tek alveg undir þessa hugmynd sem kom hér frá að ég held kollega minn og Jóhanni Páli að það verði frítekjumark því verði bætt við á vaxtatekjur, og ég held að það sé bara sanngirnistakir og styð það. Guðmundur Ingi, ég ætla að spyrja þig næst frítekjur. Fyrirgefið, hún var bara að spyrja með spurningar og ég er svo duglegur að svara. Já, ég ætla að spyrja þig líka frítekjumarkið, að þetta hefur verið 25.000 skall, ansi lengi, og það er líka að spyrja þig hvers vegna var þetta ekki hækkað á
tímabilinu þó að þetta sé hækka núna Já. í næsta fjárlagafrumvarpi. Það er sanngjörn spurning. Í fyrsta lagi langar mig að segja að það er mikilvægt í þessu, rétt eins og þegar við erum að tala að hækka ellilífeyrinn upp í lágmarkslaun og tengja það við launavísitöluna, að við látum frítekjumarkin hækka í sama hlutfalli og ellilífeyrinn gerur hver áramót. Og það er breyting sem að Alþingi samþykkti núna í júní í tengslum við breytingarnar á örorkulífeyriskerfinu, frumvarp sem að ég lagði fram. Þannig að sú breyting er komin, þannig að frá og með ekki næsta áramótum heldur þarnæstu mun þetta halda áfram að hækka til samræmis við hækkanir ellilífeyrisgreiðslana sjálfra. Þannig að það er mjög jákvætt. Ástæðan og síðan það sem við erum að hækka núna áramótin, það er að segja úr þessum 25.000 í 36.500, það er sama hækkun og hefði verið komin ef að frítekjumarkið hefði fylgt sömu hækkunum og ellilífeyrinn á þessu sama tímabili. Sanngjörn spurning, hvers vegna hefur þetta ekki verið að hækka meira? Ég get sagt það að ég hef lagt áherslu á að hækka þetta í fleiri en eitt skipti við gerð fjárlaga, en það er eins og gengur. Það fer ekki allt í gegn og ég hef alveg skilning á því. Ég fékk 18 nýja milljarða til þess að breyta örorkulífeyriskerfinu og það er mjög mikilvægt breyting sem var gerð þar. Ég vil hins vegar gjarnan að við höldum áfram á þessari braut sem við erum. Mér finnst mikilvægast að hækka grunnlífeyrinn vegna þess að hann gagnast þeim sem að minnstar hafa tekjurnar, en frítekjumarkið þarf í fyrsta lagi að fylgja bótahækkunum og í öðru lagi að hækka frítekjumarkið líka. En finnst þér réttlátt að verðbætur og vextir komi inn í þetta sem aldrei skerðing? Nei, ekki með þeim hætti sem er í dag. Og þú vilt breyta því? Já, ég er bara sammála því sem hefur komið fram það. Þá er Guðbrandur Einarsson sömu spurningar til þín frítekjumarkið, það er að segja þetta almenna frítekjumark. Vill Viðreisn hækka það og þá hvernig og hvenær og líka með vexti og verðbætur? Hvað segir það? Já, sko, frítekjumarkið hefur ekki hækkað eins og þið segið frá 2017. Skoðum hversu lengi þessi ríkisstjórn hefur setið. Hún hefur setið frá 2017. Þannig að hún hefur nákvæmlega ekkert gert í þessu. Og þrátt fyrir að það sé verið að leiðrétta núna, þá er auðvitað bara ákveðin skuld sem hefur orðið til frá 2017 til dagsins í dag sem ekki er verið að bæta. Hvað viljið þið gera? Við viljum að sjálfsögðu bæta þetta. Það hefur bara verið lenska stjórnvalda og kannski þessara ríkisstjórnar að réttur fólks hefur ekki verið verðlagsbættur. Og við þurfum að taka á því persónuafsláttur hefur oft á tíðum setið bara eftir. Við þurfum að laga þetta. Þannig að ég fagna sjálfsögðu þessari breytingu sem er eiga sér stað núna, hún hjálpar til, en ef við náum því svo framvegis, hvort að ég hækka þetta með við hækkun ellilífeyris eða hækkun lægstu launa, mér finnst það, við getum rætt það til dæmis. Það geti kannski bara verið rétt að skoða hækkunum á þessu með við hækkun lægstu launa. Og að sjálfsögðu tekið undir þess að vextir og verðbætur ekki að Já, bara þurrka þá út. Ég þori ekki að fullyrða það á einu bretti en það þarf allavega að endurskoða það með einhverjum hætti. Jóhann Páll Jóhannsson, hvað segir þú? Já, ég fór auðvitað yfir þetta áðan. Sko, þegar frítekjumarkið hefur svona lengi staðið í stað og rýrnað miðað við verðlag og launaþróun, þá er ekki nóg að binda það bara við hækkanir á greiðslunum sjálfum eins og fyrrverandi ráðherra fór yfir, heldur verður að taka stærra stökk þar og við erum að tala fyrir því í þessum kosningum að það fari strax upp í 60.000 krónur. Svo nefndi ég auðvitað áðan þetta með vexti og verðbætur og mér finnst ánægjulegt hvað það virðist vera mikill samhljómur þetta og hér er prinsippið ósköp einfalt í mínum huga. Tekjuskattslögin og almannatryggingalögin verða að tala saman að þessu leyti. Það er ósanngjarnt að almennt launafólk og bara almenningur á Íslandi sé með 300.000 króna frítekjumark á sínum vaxtatekjum en að eldra fólk sem á eitthvað smottir í banka að þar komi vextirnir og verðbæturnar bara strax til skerðingar á greiðslum TR.
Þannig að þess vegna þetta sanngirnismál í mínum huga að það fjármagnstekjur sem eru að þessu leyti ekki skattlagðar í tekjuskattskerfinu eigi heldur ekki að koma til skerðingar á greiðslum TR. Takk fyrir þetta og þá fyrir til Bryndísar. Hvað segir þú nákvæmlega þetta? Hvað segi ég nákvæmlega það hvort að hækka í frítekjumarkið? Já, hvort það hækka og hversuna hækkaði ekki, þú sast í ríkisstjórn. Þess vegna þurfti ég að fara og spurja ráðherrann sem að var í málaflokk til aðeins að fara yfir þetta því að mér fannst við hefðum hækkað þetta og hann svo sem staðfesti það, við höfum gert það. En sko eins og ég sagði áðan þá erum við með það í stefnunni okkar að hækka frítekjumark ellilífeyris almannatrygginga vegna atvinnutekna í 350.000 krónur á mánuði. Til að hjálpa fólki að hjálpa sér sjálft. Mér langar bara, að ítreka þessi kerfisbreyting, út af því við fórum í kerfisbreyting, hún tók töluverðan tíma, hún tók gildi 2017, út af ég heyrði Guðbrand tala hér áðan það þyrfti að fara í kerfisbreytingu. Ég lít svo á að við höfum þegar farið í kerfisbreytingu og kerfisbreytingin hafi í grunninn verið góð og hún gekk einmitt út af það að almannatryggingakerfið væri kannski fyrst og fremst fyrir þá sem væri að fá mjög litlar eða takmarkaðar greiðslur úr lífeyriskerfinu sínu. Og þess vegna auðvitað nauðsynlegt að við séum að aðstoða þá sem á aðstoðinni þurfa að halda. Þeir sem hafa ekki tekjur annars staðar frá og að fá þær úr almannatryggingakerfinu okkar, þær þurfa að vera þannig að fólk geti lifað á því. En svo var ég að hrósa hér áðan lífeyrissjóðskerfinu okkar í heild sinni og það held ég grundvallaratriði okkar Íslendinga og það verður væntanlega þannig með mig og mörg okkar sem hér sitja að við munum fyrst og fremst taka tekjur úr okkar frábæra lífeyrissjóðskerfi. Þannig ég vildi bara ítreka það. En þeir líka bara bíða þangað að kerfið batnar? Nei, og þess vegna mikilvægt að tryggja grunnframfærsluna frá Tryggingastofnun eins og við höfum verið að gera og þar segi ég já, við eigum að hækka frítekjumarkið út af spurningin var svo. Bergþór Ólason, þú fórst líka aðeins yfir þetta áðan ekki, bara stutt. Nei, býtu ég hlaup yfir Björn Leví. Björn Leví, ég sá þig. Já, þetta afleiðing af því ég var á tómum stóll í smá tíma. Við Píratar höfum talað fyrir borgarlaunum eins og þau kannski þekkið sem bara skilyrðislaus grunnframfærsla og það ekkert rosalega flókið. Það þessi lágmarksframfærsla bara svipað eins og persónuafsláttur sem bara þá ekki með neinni skerðingu, krónumóti krónuskerðingu og alls konar svoleiðis. Þannig að það alltaf markmiðið okkar. Hvað var það nákvæmlega almenna frítekjumarkið að þá eins og við fórum yfir hérna áðan að þá í rauninni lögin gölluð. Mér finnst þau ekki gölluð, mér finnst bara að halda þeim eins og eru með þennan galla í þeim, svo kallaða. Þannig að í rauninni almenna frítekjumarkið mun nær því að vera 2,4 milljónir á ári, eins og lögin eru núna. Þannig að höldum því bara. Og þá það Inga Sæland, gjörðu svo vel, bara stutt. Ég alltaf stutt á þessu. Nei. Ég get nú til dæmis verið það stutt á þessu að ég búin að mæla fyrir því 5 ár í röð að hækka þetta almenna frítekjumark upp í 100.000 krónur sem hefur verið krafa eldri borgara Landssambandsins og síðast þá mælti ég fyrir þessu frumvarpi að hækka almenna frítekjumarki í 100.000 krónur þann 10. október síðastliðinn. Það bara beint í þér, Bergþór. Já, takk fyrir. Það eins og ég held ég hef nú komið inn á áðan, þá erum við að horfa til þess að almenna frítekjumarkið, sem sagt greiðslur og lífeyrissjóðum og fleira, fara upp í 150.000 krónur á mánuð og þá erum við að horfa... Það ekki það almenna. Það þarf að vera 150... Gagnvart lífeyrissjóða útgreiðslum. Já, ok. Já, ertu á móti því? Nei, ég held að rugla. Það eitthvað nýtt. Við lítum bara þannig á að með því að færa það mark og úr þetta veruleg hækkun frá því sem núna 36.500 upp í 150.000 en undir þetta falli í rauninni fjármagnstekjuskatturinn sömuleiðis þannig að með þessu þá samanlögð tala grunnframfærslu TR og þetta svigrúm sem að gagnvart lífeyrissjóðsgreiðslum komið upp í 483.000 sem svona rúmlega lágmarkslaunin eins og þau eru núna skilgreind upp á 450.000 þannig að þarna væri ákveðinn hópur leystur með þessu en það eru fleiri eftir en þannig að svarið við þessir 150.000 á mánuði. Veistu hvað það kostar?
Já, sko það að taka heildarstabban af þessum 15.000 sem að þá ég reyndar að gefa mér það forsenda að það sé svona línulegt á milli þess sem eru með 0 og upp í 450.000 sýnist mér að séu rétt 9 milljarðar en þá eftir að taka tillit til þess hvaða tekjur koma móti í skattgreiðslum þannig að ég ekki með þá heildartölu á hreinu þannig að ég myndi halda að þetta væri svona milli 5 og 6 milljarðar. Davíð Þór. Já. Sósíalistinn. Halló, já. Svarið já, það þarf að vera gólf. Það einfallega og enginn fari niður fyrir gólfið og varðandi þó við tölum nú fyrir að skattleggja fjármagnstekjur þá erum við að tala þá fólk sem með verulegar fjármagnstekjur, ekki fólk sem með einhvern reyting af fjármagnstekjum og það myndi koma til skerðingar þannig að þau færu niður úr gólfinu vegna þeirra skerðingar. Við þurfum bara að vera með algjört geirnelt gólf eða öllu heldur nei. Við höfum að vera með fljótandi gólf en það á að hanga í launaþróun. Takk. Takk. Sólveig Dagmar Þórisdóttir frá Lýðræðisflokknum, gjörðu svo vel. Já, takk. Það ýmislegt sem fer í gegnum hugan þegar maður hlustar, en frítekjumarkið 36.500. Ég hef hoggið eftir að það eru 1700 milljarðar í lífeyrissjóðum og þetta fólk hér og við öll höfum verið að vinna fyrir þessum tekjum. Af hverju ekki hægt að taka úr þessum sjóðum tilbaka til okkar? Við erum með 30 milljarða í kostnað á skrifstofum og launatekjum þeirra sem reka þetta, en 36.500 er svo lág tala, setjum þetta upp til 100, 150, skoðum það, tölum saman þetta. Við erum í framboði hjá Lýðræðisflokknum til að láta ykkur hafa áhrif og því ekki að kjósa þetta bara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Hvað viljið þið? Eins og í Sviss, þar lagt fyrir alls konar mál og þar kosið svona hluti. Þannig að setjum þetta bara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þið eru stór hluti, 20% af þjóðinni. Og þetta skiptir ykkur máli og við viljum bara lifa sómasamlegu lífi hér. Og það akkurat þetta sem skiptir svo miklu máli að eiga bara gott líf hér líka eftir 67, alltaf. Þannig að já, ég segi já. Ég ætla að opna fyrir fyrirspurnir í sal og meðan að menn herða sig og ætla að spyrja og undirbúa fyrirspurn, þá ætla ég að spyrja ykkur það bara já og nei eða bara það gengur bara á línuna að fyrir nokkrum árum ég man ekki hvernig það var að þá stóð til að hækka ellilífeyrisaldurinn í 70 ár í áföngum. Og þetta var komið inn á þing, man ég allavega, og þetta átti að vera í áföngum og þá erum við að tala Tryggingastofnun og þann ellilífeyrisaldur því að hann mjög breytilegur hjá öðrum félögum þar að segja lífeyrissjóðum. En það bara spyrja ykkur já og nei, viljið þið að lífeyrisaldurinn verði hækkaður? Og þetta náttúrulega menn að hugsa í ljósi þess að það var einhver Bryndís sem sagði að við verðum svo ung að þessi hópur kannski að líta betur út en feður okkur ömmur og geta kannski meira. Að þá spyrja ykkur á meðan að menn undirbúa sig að spyrja og þetta kannski ykkur á nokkrar fyrirspurnir að viljið þið að ellilífeyrisaldurinn í ljósi þess að þjóðin að yngjast og eldast að viljið þið hækka ellilífeyrisaldurinn upp í 70 ár til dæmis. Við byrjum bara á þarna á endanum. Guðmundur Ingi. Já, við erum tilbúin til þess að skoða það einmitt í þessu ljósi en það þarf auðvitað að huga sérstaklega þá að þeim hópum fólks sem að einhverja hluta vegna missa starfsgetuna fyrr. Þannig að teknu tilliti til þess þá erum við sannarlega til í að skoða þetta. Jóhann Páll, Samfylkingu. Já, Samfylkingin hefur engin áform að hækka eftirlaunaaldurinn en Guðmundur Ingi kemur inn á mjög góðan punkt við sögðu til dæmis að fjórðungur kvenna á aldrinum 63 til 66 ára eru með skerta starfsgetu, eru öryrkjar. Fjórðungur kvenna á þessum aldri. Þetta er ótrúlega staðreynd og ég held þarna ættu það að skoða viljum við að þessi hópur fari í gegnum allt kerfið, þurfum við að fá örorku mat eða viljum við búa til einhverjar sérstakar leiðir til snemmtöku ellilífeyris
Ég held að við ættum að skoða bara almennt svona sveigjanleika. Þetta er eiginlega bara já og nei. Já, svarið var nei. Þetta er ekki áherslumál hjá okkur að hækka líf. Nei, Björn Leví. Þetta er ekki í stefnu í okkur að gera það, en ef þetta ætti að gerast þá gæti það aldrei gerst í rauninni nema rauninni frá 0 ára, þar að segja að öll breyting fyrir núlifandi fólk myndi vera afturvirk réttindaskerðing sem við hvetjum ekki upp á. Bergþór Ólason, Já, þetta er nú í sjálfu sér bara, það er ekki stefna Miðflokksins nein í þessu samhengi en við höfum meira lagt áherslu bara á það að auka svigrúm fólk sem vill vera virt á vinnumarkaði til að vera það áfram. Sólveig Dagmar Þórisdóttir frá Lýðræðisflokknum. Já, við styðjum einstaklingsfrelsi eins og hefur komið fram í stefnu Lýðræðisflokksins og við viljum að fólk fái frelsi til að vinna og sé virði, haldi áfram að vinna, haldi betri heilsu og bara hreinlega bara lengi lífið. En ég var að tala um það er það sem skiptir máli. Við erum ellilífeyrisaldurinn. tilbúin að skoða það og það munum við sannarlega gera. Já. Takk. Davíð Þór Jónsson. Sósíalistaflokkur Íslands hefur ekki rætt það að hækka ellilífeyri. Við skulum muna að það var byrjað að ræða þetta vegna þess að það átti að leysa mönnunarvandann í heilbrigðiskerfinu með því að banna hjúkrunarfræðingum að fara á eftirlaun 67 ára og halda þeim lengur í vinnu. Ég er að fara á eftirlaun eftir 8 ár. Ég hef séð það í mínu starfi að það er bara ekki góð hugmynd að menn séu fram á áttræðisaldur, allavega ekki mínu djópi. Það er alveg á hreinu. Þannig að flokkurinn er ekki með þetta á sinni stefnuskrá og sjálfur er í persónulega alfarið á móti því að hækka ellilífeyris. Inga Sæland, stutt. Nei. Bryndís Haraldsdóttir, Sjálfstæðisflokkur. Þetta er ekki í stefnuskrá okkar en við tölum sérstaklega að gera starfslok sveigjanleg og þau eiga að miðast við áhuga og færni en ekki aldur. En þess má geta að þegar ég eldist þá ætlaði ég að læra til prests, þannig að ég hafði hugsað mér kannski að gera það svona því ég verði eldri. En ég vil í þessu samhengi segja að þetta snýst frelsi og getu hvers og eins. Og ég á foreldra sem að detta inn á þennan aldur núna og þau vilja til að mynda alls ekki hætta að vinna. Ég átti afa sem barðist fyrir því að fá að fljúga lengur eftir 60. Ég er ekki að tala um að hætta að vinna, ég er að tala um lífeyrisaldur. Akkurat, þess vegna segi ég, það er ekki á stefnuskráni en starfslok þurfa að vera sveigjanleg. Guðbrandur, Viðreisn. Já, ég tek nú undir þetta að sveigjanleg starfslok þurfa að vera grundvallaratriði og það að færa eftirlauninu eins og Björn Leví segir, þetta er afturvirk aðgerð og myndi skerða áunni réttindi fólks, þannig að ég styð það ekki. Ágúst Bjarni. Já, þetta er snúin já og nei spurning, en ég skal vera stuttur. Ég segi bara nei, en tek alveg undir það sem fram hefur komið varðandi þennan mikilvæga sveigjanleika. Og leggir nú fyrstur. Já, aðeins, ég held nefnilega að ég hefði misskilið spurninguna þegar ég var fyrstur. Ég tók þetta sem eiginlega eins og sumir hafa komið hérna inn og þetta er heldur ekki í stefnuskrá okkar. En ég segi eins og Björn Leví, ef þetta yrði þá þyrftum við að horfa á hann sveigjanleika. Já. Afsakið að ég misskildi þetta. Leggir fyrstur, það er að koma spurningar úr sal. Það er búinn. Segjum til nafns. Þór Elís Pálsson heiti ég. Þeir eru eiginlega nokkuð með búin að svara þessari spurningu. Þetta er spurningu sem ég ætla að leggja fyrir. Þegar það gerist hérna fyrir rúmlega 2 árum að ég misti allt vit og alla getu og hæfni og ég var hjúlislega víkja á starfi og ég var ekki tilbúin til þess og málið er það að ef maður hefur starfsgetu, löngun og annað slíkt að starfa hjá opinberum aðilum, þetta á fyrst og fremst opinbera stofnanir og slíkt, að þá bara hvetið ykkur að taka þetta fyrir og breyta lögunum sem væri gömul lög og við erum í allt öðruvísi formi, við allt aðra getu og möguleika, allt aðra menntun og þetta er bara hálfgerð móðgun við fullt af fólki og ég er ekki að tala um það að vilja vera í 100% starfi og eins og sagt við mig, þú ert að halda störfum fyrir ungu fólki, ég er ekki að tala um það en hlutastarf, ef fólk er tilbúin til þess, ég er að biðja ykkur um aðeins að hugsa þetta betur. Þú ert ekki að spyrja beinlínis. Ég er að hvetja að því að þú spurðir eiginlega spurningar og það er búin að koma svörin. Ég bara hvet ykkur til þess að velta þessu fyrir okkur. Því að við teljum okkur mjög mörg sem eru nýhætt að starfa, vera í fullu formi en kannski ekki í 100% vinna áfram. Takk fyrir. Ja, takk fyrir þetta og það eru fleiri sem eru með fyrirspurn. Drífa Sjöfnsdóttir.
það eru ekki margir eldri borgarar sem eru á vinnumarkaði eða hafa kosið að hinga til. En ef að þeir kjósa svo, enda erum við betri heilsu en fyrir stéttir undan okkur, eru þið þá tilbúin til þess að þeir þurfi að vinnuveitendur borgi lægri skatta ef þeir taka á vinnu því að það eru fordómar og að ellilífeyrisþegar eða við skulum segja eldri fólk borgi lægri tilbaka til samfélagsins en erum við þegar búin að borga nóg? Takk. Marta spurningi. Fundarstjóri ræður hvernig að spyrja þessara spurningu. Já, ég er að vera veikri, ég er fór fyrir ofakarða neðan að Viljum við bara eldra fólk greiði lægri skatta en almennt gengur og gerist á almennu vinnumarkaði? Já. Var það ekki spurning? Og fyrirtæki og eldra fólk, ef þau vinna lengur. Það má kannski bæta við að þegar fólk vinnur fram yfir 70 að þá greiðir það ekki í lífeyrissjóð. Viljið þið breyta því eða hafið þið eitthvað með það að gera? Viljið þið taka rúmt á þessu? Já, skella þessu í gang hérna. Þið þurfum ekki öll að fara. Nei, það eru náttúrulega ýmis gjöld sem að fara í svona atvinnutengd réttindi eins og atvinnuleysissjóð og svo framvegis sem að sjálfsögðu þarf ekkert að greiða í. Þannig að það er mjög augljóst að það sé hægt að draga slíkar svona greiðslur frá í rauninni skattprósentu eldra fólk sem er að vinna. Þannig að ég held að svarið sé innan þeirra marka tímalust, já. Fleiri sem vilja svara þessu til þetta máli? Guðbrandur? Mér langar kannski bara að byrja á þessari hvatningu til okkar að breyta lögunum þannig að fólk fengi að vinna lengur og ég styð það. Mér finnst þetta skrítið eins og hefur verið gert núna að það var verið að lengja hjá heilbrigðisstarfsfólki en opinberum starfsmönnum í flestum tilfellum bara hent út af markanum þegar þeir eru orðnir 70. Þessu viljum við breyta. Við þurfum að búa til sveigjanlegri starfslög og fólk fái þá bara að ráða því hvenær það hættir en ekki að það sé bara í lögum að henda bara fólki heim. Varðandi það að borga lægri skatta, ég vil segja nei við því. Vegna sem mér finnst eðlilegt að þegar maður er á vinnumarkaði þá leggjum maður til samfélagsins. Mér finnst það bara rétt og eðlilegt. En vilt þú breyta því að þetta fólk sem vinnur fram yfir 70, bæði á almennu markaði og hjá ríkinu, greiðir ekki lífeyris? Er það ekki eitthvað ágalið? Jú, ég er bara, sko, það er eitthvað til sem heitir launatengd gjöld og þegar þú vinnur þá býrðu til afleitar tekjur sem eru lífeyristekjur og mér finnst bara eðlilegt að þegar þú ert að vinna þá býrðu til lífeyrisrétt. Ágúst Bjarni, Framsókn. Já, ég ætlaði bara aðeins varðandi spurninguna hjá Drífu, þá er ég alveg sammála því að ég held að það sé bara skynsamlegt og sjálfsagt að þeir sem að sé að vinna halda áfram að leggja til samfélagsins og við séum ekki að flækja þetta kerfi of. En ég bara því að ég nefndi mér langaði að bregðast aðeins við varðandi opinbera starfsmenn að ég nefndi það hér í upphafsorðum mínum að heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson einmitt tryggði þessa lögbundnu undanþágu varðandi heilbrigðisstarfsfólk og það er vilji innan míns flokks Framsóknar að fella niður þá reglu að opinberum starfsmönnum sé skylt að hætta störfum við 70 ára aldur. Inga Sæland var búin að byrja. Ég líka. Já, við skulum bara halda stutt. Nú fyrst tíminn að styttast og... Já, ég bara tek undir þetta sem þessa hvatningu til okkar og hafði svo sem nefnt það varðandi að gefa upp þennan sveigjanleika. Sko, er við tilbúin að gefa skattaafslátt til fyrirtækja, ef ég skil spurninguna rétt, sem að væru þá með fólk í vinnu á eldri árum í einhverju hlutastörfum. Ég ætla að segja að við þurfum að fjölga hlutastörfum á Íslandi. Við þurfum að hvetja bæði opinbera aðila og fyrirtæki til að vera duglegri að taka á móti fólki í vinnu sem býr við skerta starfsorku. Og þá er ég nú sérstaklega að vísa í frumvarpið sem við afgreiddum núna varðandi öryrkjana og ég held að það sé vel hægt að horfa á þetta varðandi eldra fólk þá líka. Við þurfum að fjölga þessu störfum, þeim hefur einhvern veginn verið útrýmt á vinnumarkaði. Út af þú spyr varðandi lífeyrisgreiðslurnar, það er í rauninni hægt að velta því upp hvort að þetta sé ekki einhvers konar afsláttur til fyrirtækja, því þá greiðir fyrirtækið mitt ekki í lífeyrissjóð. Þannig að einhverju gætu fært rök fyrir því að við værum svo sem með það í dag, með því kerfi sem er til staðar. Þannig að ég ætla að taka undir, ég ætla nú að vera sammála Guðbrandi, almennt er ég á því að fólk sem er á vinnumarkaðinum eigi að greiða
skatta og allt svona þurfum við að horfa á í stóra samhengi hlutanna, það að við erum að eldast og fleiri eru komin á þennan aldur, þannig að við verðum að horfa á hvaða heildaráhrif það hefur á kerfið okkar. Já, og ég vil segja það að við eigum að efla mannauðinn okkar eins lengi eins og hann vill taka þátt og í þessu tilviki þá, ef við byrja á lífeyrissjóðunum, þá það með eindæmum ósanngjarnt eins og við sjáum sérstaklega alþingismenn sem hafa verið komnir yfir 70, þeir ekki lengur, fá ekki lengur að greiða í lífeyrissjóð og á móti ekki greitt lengur í lífeyrissjóðin samt sem áður eiga þeir að vera gjaldgengnir á markaðnum, engu á síður, en við höfum, og í sambandi við skattana, þá höfum við nú með allnokkur skattþrep 3 núna. Ég myndi telja að það væri hvati í því að koma til móts við svona fullorðið fólk og eins og ég veit, það gert hér í einhverjum löndum í kringum okkur, þannig að þeir myndu greiða lægri skatta. Ég algjörlega inn á því vegna sem mér finnst fullorðið fólk sem við komið, fullfrískt og orðið 70, að það sé nú bara eiginlega búið að borga nógu mikið að sköttum í þessu skattpíndasta landi í heimi. Það er miskilningur. Nú heyrist í mér, nei. Já, núna. Mér finnst eðlilegt að fólk sem á vinnumarkaði greiði skatt. Mér finnst eðlilegt að fólk sem að ávinna sér lífeyrisréttindi greiði í lífeyrissjóð. Hvað varðar þetta með að hvetja fyrirtæki og sveigjanleg starfslok algjörlega, að því ég hef kynnst því líka bara sjálfur í mínu starfi hvað það getur verið erfitt fyrir fólk að vera bara allt einu úrskurðað úrelt og sent heim, að það bara fyrir andlega heilsu. Hvað varðar skattaívilnanir til fyrirtækja, að þá bara ykkur að segja hef ég ekki og sósíalistaflokkurinn ekki stefnu í því, en sósíalismi mjög skýr grunnhugsjón og það alveg í stíl við þá hugsjón að beita skattkerfinu í þágu bættrar lýðheilsu. Sólveig, Dagmar og ykkur fleiri sem vilja tjá sig þetta öllur að fílókusóttin. Mér skilst að sé þannig í Danmörku að fólk sem sé komið á eftirlaun geti valið að taka þátt í atvinnulífinu og fara og vinna á sjúkrahúsum, kennarar, hjúkrunarfræðingar, þeir sem eru með þekkingu sem geta verið í umönnun eða þjálfun eða þekkingu endilega, og eins mér finnst líka að þetta fólk sem að kenna geti þá kennt útlendingunum sem ekki tala íslenskuna og að börnin fái þá betri lesskilningi í tímum. Mér finnst að flokkurinn okkar frjáls til að velja og þið getur kosið þetta, þjóðaratkvæðagreiðsla númer 1 hjá okkur og við leggjum áherslu á það að geta verið á mannsæmandi launum og geta haldið áfram með lífið eftir 67. Það grundvallar skilyrði til að halda góðri geðheilsu, taka frá einmanleika, hjálpa okkur til betra lífs. Þannig að við myndum gera allt sem við gætum til að gera þeim kleift að halda áfram að vinna, já. Já, bara örsnögt ef ég má. Við höfum nú ítrekað lagt fram tillögu að opinberir starfsmenn hafi svigrúm til þess að vinna til 73 ára aldurs ef vilji til, en varðandi skattlagninguna, þá held ég að það sé skynsamlegt að við borgum öll bara með sambærilegum hætti í skattkerfinu og inn í því þessi hugsun að vera sem við leggjum til að frítekjumörkin séu jafn há og raunin í þessum tillögum okkar. Þannig að ég held að megin stefnu til þá sé skynsamlegt að við séum öll undir sama hatti í þessum efnum og þá líka við aðra þætti sem að snerta eldri borgara. Já, ég svo sem ekkert spennandi þetta að segja. Ég vil bara halda skattkerfinu svona tiltölulega almennu og einföldu frekar en að vera búið til mismunandi reglur eftir aldri og svo framvegis. Já, bara östuðt að ég verð ekki skýra á þann varðandi að hækka ellilífeyrisaldurinn, þá erum við ekki fylgjandi því, ég misskildi spurninguna á þann. Varðandi þetta að hvort að eldra fólki vinnu borgi minni skatta, ég tel að það eigi allir að borga skatta til samfélagsins, en hins vegar að þá þurfum við bara rétt eins og vinna komin í gang við núna hjá hinu opinbera að reyna að fá fleiri störf fyrir fólk með mismikla eða skerta starfsgetu, þá þarf það að geta átt við eldra fólk líka. Og þar eigum við í öllum grundvallaratriðum við að eiga viðhorfsbreytingu í samfélaginu.
að eldra fólk sé virði en ekki byrði. Það er eiginlega svona þannig sem við þurfum að nálgast þetta að mínu mati. Fleiri fyrirspurnir úr sal. Segðu nafns og komið þér Magnús heiti ég. Fyrir komaður hérna, heyrðu, það var eitt sem ég langaði að það hefur endur ekki komið nú vel fram hérna. Nú er það þannig í mínu tilfelli að 4 ár síðan ég hætti að vinna. Ég byrjaði að vinna ungu maður 15 ára gamall og fór að borga mína skatta og skyldur, búin að gera það fram á þennan dag. Ég fór að fá greiði lífeyrissjóð 1969-70 þegar það fór í gang, það kerfi. Og ég er búin að vera að borga í lífeyrissjóð og allt það fram á þennan dag líka. Borga skatta og skyldur. Það getur ekki verið svona langt. Já, býðu, sko, ég ætla að fá bara svar við hvernig stendur á því. Svo hætti ég að vinna og ætla að fara að taka mína greiðslur úr Tryggingastofnun sem ég er búin að borga til frá því ég fór að vinna sem ungu maður, búin að borga það sem ég á að fá þaðan og fer að taka úr lífeyrissjóði og þá er mér sagt að ég fái ekki fulla greiðslur úr Tryggingastofnun vegna þess að ég sé að fá greiðslur úr lífeyrissjóði sem bara kemur þessi máli bara ekkert við. Ég er búin að borga mína skatta og skyldur til ríkisins og ég átti bara að fá þær greiðslur úr Tryggingastofnun sem að mér ber. Og ég á það bara inni og ég vil bara þessi leiðrétt. Hvernig stendur á því að þetta er svona? Þessi skerðing og ég þarf líka að borga skatta og skyldur að þessi í dag, sjáðu. Jú. Já, ég er bara að svara við því, akkur er þetta svona? Ef við ekki að láta bara einn eða tvo svara þessu, þetta er eiginlega komið Davíð Þór, þú svaraði. Þetta er svona af því það er nákvæmlega þetta sem þessi þjóð hefur kosið yfir sig aftur og aftur og aftur og aftur og aftur. Við þurfum nýja hugsun. Við getum ekki verið hissa á því að ástandið sé svona þegar Sjálfstæðisflokkurinn hefur frá stofnun verið í 9 ár utan ríkisstjórnar. Já, hversu er þetta svona? Við þetta svolítið hérna... Já, ég fór nú aðeins yfir þetta áðan en ég meina þetta er nú kannski út af því að sósíalistinn talaði hér. Við vitum að það er svo stefna sem hefur fært mesta fátækt yfir ríki heims, sko. Og við erum hér Við erum hér í einni af ríkustu þjóðum hérna Evrópu og við höfum sýnt það og sannað að það er nákvæmlega það sem okkur hefur tekist að byggja hér upp. En að spurningunni þinni, við fórum aðeins yfir það hérna áðan að það var kerfisbreyting á þessu kerfi sem tók gildi árið 2017. Hún gekk út á það að tryggja að út úr almannatryggingakerfinu færu greiðslur til þeirra sem væru verst staddir. Þeirra sem ættu raunverulega ekki eða lítil réttindi úr lífeyrissjóðsgreiðslunum. Og ég man þegar þessi umræða þetta átti sérstaklega við eldri konur sem ekki höfðu verið út á vinnumarkaðinum og áttu engin réttindi eða lítil réttindi úr lífeyrisgreiðslum. Við vorum að tryggja almennilega framfærslu til þessara hópa en þeir sem hafðu áunnið sér réttindi úr lífeyrisgreiðslum fengju þá ekki frá Tryggingastofnun. Og þetta er auðvitað bara útreikningur á því hvar við stöndum sem þjóð. Það sem að kannski einu sinni var sagt að allir gætu fengið einhverja greiðslur úr Tryggingastofnun, það bara stenst ekki miðað við öldrun þjóðarinnar og færri börn sem fæðast hér á landi. Þannig að við erum í öllum alþjóðlegum samanburði með gott kerfi sem lífeyriskerfið okkar er. Út í Evrópu er verið að takast á þessu gegnumstreymiskerfi sem að við vorum með. Við erum búin að tryggja okkur fyrir öldrun þjóðana með öflugu og góðu lífeyriskerfi. Ég veit ekki hvort við varum að hætta okkur út á þetta. Bara eitt smá. Alveg í lokin til þessu fer að ljúka. Það er einn fyrirspurn úr sal. Má ég ekki að svara þessu með skenningarnar? Já, þú vilur ekki fara einhverja sögukennslu? Nei, ég ætla ekki að segja neina sögukennslu. Það er engin sögukennsla. Þetta heitir bara í rauninni þessar skerðingar sem við erum alltaf að reyna að berjast gegn. Og skiljanlega á fullorðið fólk erfitt með að skilja það vegna að á sínum tíma þegar lífeyriskerfin okkar var komið á 69 þá var fólki talin trú það að það væri í raun og veru að byggja til efri árana og spara en svo varð ekki raunin þannig að því meira sem þið eigið inn í lífeyrissjóð því minna fáið frá Tryggingastofnun og það sem að vinkona mín segir hér við hliðina á mér að það er sérstaklega verið að huga að þeim sem hefðu það verst til að reyna að byggja þeirra afkomu þá er náttúrulega þeirra fátækt skattlögð fullum fetum og þau eru að fá vel undir 300.000 krónum útborgað á mánuði og það er þess vegna sem þeir einstaklingar eru að fá þennan jólabónus núna í desember. Já, ég þarf að staða þannig að þið mættu hérna svolítið seint, þannig að þessi fundur hófst
korter eða rúmlega það síðan átt að hefjast og þessu fundi átt að ljúka klukkan 6. Ég var veltaði fyrir hvort við mættum vera hérna til smá korter yfir, en þeir sem þurfa að fara úr panelnum og mæti eitthvað annað, þeir geti bara látið sig hverfa. Eru þið sammála þessu? Ég skal vera fyrir 9. Nei, ég legg ekki Hvað megum við sitja lengi? Við megum sitja örugglega fram á nótt, sko, ef út í það farið, en ég held að sé bara... Ég er að stjórna Ég er að stjórna þessu fundi hérna og það er spurning og svar. Já, Þorbjörn heiti ég Guðmundsson og ég meina spurningu til Bryndísar. Sko, þeir eru búin að vera 7 ár meira á minni í fjármálaráðuneytinu. Í plagginu eitthvað sem var að vera að dreifa í dag stendur og þú ert búin að fara yfir að hækkun almennt frítekjumark ellilífeyris. Hvað áttu við og hvaða upphæð ertu að tala um? Það stendur hér í þínu plaggi sem var dreift í dag og þú ert búin að minnast á það hér að hækka almennt frítekjumark. Þú er ekki nefnt hvað þú átt við með því í tölum. Þetta er búið að standa í stefnuskrá mjög lengi. Nú viljum við fá tölu frá þig. Hvað áttu við með þessu? Er það að fara upp í 100.000 eða hækka það upp í 40.000? Hvað áttu við? Já, ég sagði 350.000 hérna áðan. Nei, ekki almennt frítekjumark brjálað. Atvinnutekna, já. Almenna afsakið. Hvað segir við þarna í plagginu? Stendur ekki. Já. Sko, við hérna tölum sérstaklega atvinnutekjur upp á 350.000. Við erum búin að segja það líka, við viljum hækka, sko, láta það sama gilda varðandi fjármagnstekjurnar. Þannig að það er það sem við eigum við varðandi hækkun þarna. Almenna frítekjumark. Bara fjármagnstekjurnar. Ég er ekki alveg vissum að ég skilji það, en ég skal taka samtalið við þig á eftir. Nei, bara þetta er mjög mikilvægt að ég svari þessu. Frítekjumarkið í dag er 36.500. Þið talið hér að það eigi að hækka almenna frítekjumarkið. Ertu að tala núna að það eigi ekki að breytast? Eða, sko, það var hækkað og mun taka gildi að það verði 36.500 áramótin. Já. En þið talið hér að það eigi að hækka, þá væntanlega á kjörtímabilinu. Já, við erum ekki með upp á það, en við segjum það mun hækka núna áramótin og það er þessi 36.500. En eru við ekki hvort þið er að fara að senda flokkina með Bryndísar í frí? Nei. Hann er auðvitað hérna í græni peysunni. Já, ég heiti Þorgrímur Óli og er Sigurðsson. Mér langar til þess að koma að einni spurningu til fulltrúa Samfylkingarinnar og ætlast ekki til þess að fá svör frá öðrum. Jóhann, er það mat Samfylkingar að réttlátt sé að skattleggja verðbætur sparifjár sem venjulegur eftirlaunaþegi hefur sparað sér með aðhaldi á lífsleiðinni og lagt í banka? Er ekki nóg að skattleggja raunvextina? Takk fyrir spurninguna. Við teljum ekki réttlætanlegt að hækka skatta á verðbætur sparifjár. Þess vegna leggjum við til, leið og við leggjum til hóflega hækkun fjármagnstekjuskattshlutfallsins, að frítekjumark vaxtatekna bæði í skattkerfinu og gagnvart greiðslum TR hækki leið til þess að verja millistéttina. Og hjá flestum eldri borgurum þá verður skattbyrðin lægri heldur en hún er í dag með þessum aðgerðum sem við ætlum að ráðast í. Ef við tökum saman aðgerðirnar á skattaaðgerðirnar og þær aðgerðir sem við ætlum að ráðast í gagnvart almannatryggingunum. Þannig að skattbyrði flestra eldri borgara og þegar ég tala skattbyrði þá tala ég skatta sem hlutfall af heildartekjum að frádregnum hverskyns tilfærslum mun lækka með þessum aðgerðum en þeir sem eru tekjuhæstir þeir munu, greiða eitthvað hærri skatta með þessu. Er önnur fyrirspurn úr sal og nú ferðum við bara að ljúka.
Já, komið sæl, Kristinn Bergsson heiti ég, kennitala er 0406 47 2019. Sko, ég vil nálgast þetta mál og okkar mál frá aðeins öðruvísi sjónarhóli heldur en hefur verið talað hérna. En ég er þakklátur fyrir í raun og veru það sem hefur komið fram. En sko, þetta er greinilega spurning peninga og í raun og veru að sko að já, en ég má til með að hafa bara örlítið og svo verður spurningin stutt sko og bara svar með já eða nei. Sko, þarf ekki að nálgast þetta opinbera þannig að spara í opinbera rekstrinum. Við erum að opna ný ráðuneyti upp á milljarða, við erum í ferðalögum og alls konar eyðslu og bulli og vitleysu og nýtt þinghús og svona. En spurningin er hvað flokkarnir hafa, hvaða flokkar hafa áhuga á að draga úr spillingu, ég segi draga úr spillingu, sjálftöku, fjármálasóðaskap og ofbeldi gagnvart gömlu fólki. Og ég bara biðu svar já eða nei og á röðina. Má ég bæta aðeins við, ég er búin að bíða svo lengi. Við hjá lýðræðisflokknum erum hingað komin tilneydd til að bjóða okkur fram til að hjálpa ykkur þangað einmitt að draga úr spillingunni og við vitum leiðirnar, þið getið lesið lýðræðisflokkurinn.is stefnuskrána okkar, við treystum ykkur til að vera með okkur í þessu, að safna liði gegn spillingunni og við erum til ef þið eru til. Ég held ég loki eru fleiri spurningar í eini viðbót og þá verður það að ljúka. Já, ég heiti Kolbrún og nýorðin ellilífeyrisþegi. Starfaði í 50 ár, bæði hér heima og erlendis. Og það eru mismunandi kerfi sem að gilda á Norðurlöndum fyrir ellilífeyrisþega. Og til dæmis í Noregi þá er skattur eldri borgara 22%. En ég ætla ekki að tala það, heldur erum við búin að greiða lífeyri í 50 ár og spurningin er sú hvort að það sé ekki hægt að ávaxta þetta fé sem við höfum lagt til hliðar ásamt atvinnurekendum þannig að við stöndum undir þessum greiðslum. Já, hver er spurningin nákvæmlega? Ávaxtafé lífeyrissjóðanna. Ertu að tala um ávaxtafé lífeyrissjóðanna? Það sem við greiðum inn í lífeyrissjóðina virðist rýrna þegar þegar við fáum aftur greitt úr lífeyrissjóðunum. Já, þú mátt svara, ég er ekki alveg með að heilu hverju á að svara. Það er kannski, ef ég má, sko, það er má kannski segja að það sé verið að spyrja hvort að það sé að ávaxtafé betur en nú er gert, ég held að það sé... Nei, hún var ekki að spyrja. Nú? Hún var bara að spyrja eftir að hún er búin að vera að vinna í 50 ár, af hverju fær hún ekki meira greitt út úr lífeyrissjóðunum sinni þegar kemur að lífeyristökum? Já, ég ætla að fá að svara þessu samt á þeim nótum sem ég skildi það vegna þess að það eru ávöxtunarkröfur á lífeyrissjóð. Við höfum séð lífeyrissjóðurna vera í misgáfulegum fjárfestingum á undanförnum árum en þeim hefur samt tekist ágætlega til. Ég held að hluta af þessu sé líka að við Alþingi heimilaði lífeyrissjóðunum núna í vor að koma meira krafti inn á húsnæðismarkaðinn, þar að segja byggja upp leiguíbúðir fyrir fólk. Þannig að ég held að lífeyrissjóðskerfið í heild geti gert betur og þetta sé liður í þeirra átt. Í þá átt. Ég vil endilega fá að svara þessu. Við verðum að muna eftir því að lífeyrissjóðir hafa tvenns konar hlutverk. Annars vegar að greiða ellilífeyri og hins vegar örorkulífeyri.
og ákveðin hluti af því sem við greiðum inn í lífeyrissjóðina fer í að greiða örorkulífeyri. Í sömu lífeyrissjóðunum fer upp yfir 20% í greiðslu örorkulífeyris. Það er samtryggingin sem að búin var til þegar við bjuggum til lífeyrissjóðana. Við megum ekki gleyma því að við erum að tryggja okkur sjálf. Ef að við veikjumst eða lendum í slysi, þá fáum við örorkubætur frá lífeyrissjóðunum og þess vegna erum við kannski ekki að fá endilega allt það sem við greiddum inn að því að við erum búin að tryggja okkur sjálf fyrir slysum og hjálpa öðrum sem hafa orðið fyrir slysum. Fleiri sem vilja taka til máls? Inga Sæland. Já, það er nú þannig alveg vexti að lífeyrissjóðirnir okkar eru það eina batteri á landinu sem er með undanþágu frá staðgreiðslu skatta. Og þessi lífeyrissjóðir eiga núna eignir og upp á 900.000 milljarða króna. Þegar við erum að tala um spillingu og misvitrar fjárfestingar þá hafa þessi lífeyrissjóðir, við vitum að það er orðið ríki í ríkinu, þeir eiga orðið, við erum að kaupa út í búð, við tökum bensín. Það er nákvæmlega sama hvert við förum í samfélaginu okkar og leitum bara eðlilegum kaupum og hinu og þessu. Við erum að kaupa okkur sjálfum af lífeyrissjóðunum okkar, þeir eigi í bönkunum, þeir eigi í öllu. Þeir eru ríki í ríkinu en þeir eru ósnertanlegir og eins og við komum fram, það fara milljarðar og milljarðar ofan í yfirbyggingu. Þannig að staðreyndin er svo því miður þegar við erum að kaupa í flugfélögum sem eru að fara á hausinn eða núna Controland sem eru að reyna að róa lífróður eða þegar við erum að kaupa á eldumbrota-svæðum til að bjarga vini sínum frá því að fara á hausinn og annað slíkt. Það er það sem við erum að horfa upp og það er þar sem er spillingin fjármunum okkar. Síðan rökkum við upp á áður jafnvel að við tökum úr lífeyrissjóðunum og hvað verður þá um peningan okkar í þessu frábæra samtryggingakerfi? Þeir þurrkast bara út og fara í hítina. Við í Flokki fólksins erum með frumvörp það að við eigum lífeyrissjóðana, við viljum tryggja eignarrétt okkar á það og þegar við hrökkum upp af þá eiga skilyrðislaust okkar afkomendur að fá að njóta ávaxtanna af því sem við erum búin að strita í gegnum tíðina. Hægt að sitja undir þessu. Viljið þið taka samtrygginguna út úr lífeyriskerfinu? Viljið þið hægt að borga örorkulífeyri? Já, við viljum það. Þið geta eignast börn sem að verða fyrir slysi og eiga þau að vera tekjulaus. Ég skil ekki svona málflutning. Nei, kaupa bara flugfélag. Kaupa bara flugfélag. Já. Nú ætlum að vera ljúkasum, en ég ætla samt að spyrja einhverja spurningar. Lofið því að leggja áherslu á málefni aldraðra. Já. Réttu pönd sem ætlar að gera Þessu fundi með frambjóðendum er lokið og ég þakka frambjóðendum og þingmönnum fyrir komuna og þeir sem voru hér í sal og öllum sem horfðu og hlustuðu á þennan fund verið sæl.